dag. Þá setjum við fund. Í dag þriðjudagurinn 19. nóvember, bara 2019 og ég segi 18. bæjarstjórnarfund unga fólksins á Akranesi settan. Fulltrúar ungmenna á Akranesi að þessu sinni á þessum bæjarstjórnarfundi eru Elsa María og sem sagt þau munu síðan koma hérna upp og flytja sína framsöguræður í þeirri röð sem ég les þau upp núna. Og það er Elsa María Einarsdóttir sem fulltrúi Arnardalsráðs, Hekla Kristleifsdóttir fulltrúi nemendaráðs Brekkubæjarskóla, Björgvin Þór Þórarinsson fulltrúi nemendafélags Fjölbrautaskóla Vesturlands, Marey Edda Helgadóttir fulltrúi nemendaráðs Grundaskóla, Ylva Örk Davís fulltrúi Hvítahússins, Sóley Brynjarsdóttir fulltrúi Iðkenda Íþróttabandalagsins og Helgi Rafn Bergþórsson fulltrúi Tónlistarskóla Akranes. Og þessir bæjarfulltrúar munu koma hér upp í þessari röð, flytja sínar framsöguræður og einnig eru hér staddir á fundinum allnokkrir gestir og þeir bæjarfulltrúar sem hér eru staddir eru Einar Brandsson, Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Ólafur Adolfsson, Kristinn Hallur Sveinsson, Líf Ási Skarstað, varabæjarfulltrúi, Elsa Lára Arnardóttir mætt og sjálfur heiti ég Valgarður Lyngdal Jónsson, forseti bæjarstjórnar og fæ þann heiður að stýra þessum fundi. Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri einnig hér mættur og Friðbjörg Eyrún Sigvaldardóttir sér ritun fundagerðar hér á þessu fundi. Eftir að fulltrúar ungmenna hafa komið upp og flutt sínar framsöguræður, þá verður orðið gefið laust og ég bið hvet þá gömlu bæjarfulltrúana til þess að ræða málin. Þannig að við viljum endilega nýta þetta tækifæri til samtals. Það er alveg sjálfsagt að unga fólki fá að lesa yfir okkur, en við viljum líka endilega bara fá tækifæri til þess að ræða við þau. Þannig að ég hvet þá alla til þess að koma upp og ræða málin áfram og spyrja og spekulera og svo framvegis. En við bara vindum okkur í fyrsta frummælanda. Það er Elsa María Einarsdóttir sem fulltrúi Arnardalsráðs. Elsa María, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Elsa María Einarsdóttir og er hér fyrir hönd félagsmiðstöðvarinnar Arnardals. Við í Ungmennaráði Akraness héldum málþing 1. nóvember síðastliðinn þar sem við ræddum við 7. til 10. bekk ýmislegt, svo sem heilsueflingu, skólakerfið, frístundamál, umhverfismál og fleira. Börn og ungmenni í dag hafa miklar skoðanir og vilja kynna sér mál bæjarins og hafa áhrif. Á málþinginu vorum við meðal annars spurð að því hvað okkur langar að læra í vinnuskólanum. Nú ætla ég að kynna fyrir ykkur helstu niðurstöður málþingsins varðandi vinnuskóla, svo þeir sem stjórna fá að heyra hvað unga fólkinu finnst þann ágæta skóla. Vinnuskólinn hefur verið fyrir krakka í 8. bekk til 1. árs í Fjölbraut, mislangur tími og laun fyrir hvern árgang. Vinnan hefur verið aðallega garðvinna, til dæmis að slá með sláttuvél eða orfi og raka og fannst mörgum dagarnir langir og tilbreytingarlausir, sérstaklega leiðilegt þegar rigningarsumur. Flestir hafa ekki áhuga á að mæta aftur næsta sumar en gera það samt því það er lítið annað í boði fyrir þennan aldur. Einnig hafa krakkar sem æfa fótbolta fengið val að þjálfa yngri flokkana í staðinn og nokkrir fengið að fara á leikskóla í einhvern tíma. Helstu hugmyndir af breytingum voru að ef þá að kalla þetta vinnuskóla ættum við að læra eitthvað fjölbreyttara en garðyrkjustörf. Margir komu með hugmyndir að læra eitthvað tengt peningamálum, svo sem hvernig reiknar maður út launin, skatt og fleira, svo maður geti til dæmis lesið úr launaseðlum. Einnig var áhugi fyrir að læra að smíða, mála og fleiri hluti sem nýtast manni í framtíðinni. Hugmynd að breyttu fyrirkomulagi vinnuskólans gæti verið að nokkur fyrirtæki og stofnanir í bænum tæki þátt í starfsemi vinnuskólans. Krakkar í 8. bekk gætu unnið í garðvinnu eins og núna, ekkert að því að vinna garðyrkju eitt sumar.
Þá er mikilvægt að kenna þeim að vinna fjölbreyttari störf. Í 9. bekk gætu verið 2 vikur í garðyrkjuvinnu og hinar 2 vikurnar væri starfskynning í stofnanir í bænum og önnur fyrirtæki. Það myndi virka þannig að krökkunum væri skipt í nokkra hópa sem stofnanir og fyrirtæki tæki á móti í kannski 3 daga í senn. Síðan myndu þau skipta yfir á nýjan stað. Þá fengju krakkarnir að kynna sér og upplifa hvernig að vinna fyrir ýmiss konar stofnanir og fyrirtæki bæjarins. Í 10. bekk væri hægt að skipta vinnutímanum sem eru 6 vikur í 3 og 3 vikur þar sem krakkarnir færu á 2 mismunandi vinnustæði yfir sumarið til að hjálpa til með störfin. Þarna gætu nemendur komið með óskir hjá hvaða fyrirtækjum þeim langar helst að pröfa að vinna. Þetta er það helsta sem kom út úr málþinginu og hugmynd að breyttu fyrirkomulagi vinnuskólans. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta, Elsa María. Þessar flottu hugmyndir varðandi vinnuskólan og hvernig við getum þróað hann. Næst á mælendaskrá er Hekla Kristleifsdóttir og hún er fulltrúi nemendaráðs Brekkubæjarskóla. Hekla, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Hekla Kristleifsdóttir og er í ungmennaráði Akraness fyrir hönd Brekkubæjarskóla. Ég, eins og aðrir fulltrúar ungmennaráðsins, tók þátt í ungmennaþingi hér á Akranesi þann 1. nóvember síðastliðinn. Ein af spurningunum sem kom fram var hvað getur Akraneskaupstað gert til þess að auka umhverfisvitund íbúa. Ég ætla að tala út frá því hér í dag og tillögurnar sem ég kem með eru þær sem helst komu fram á málþinginu. Ég vil byrja á að tala hversu heppin við erum hér í þessum bæ að fá góða fræðslu í skólunum okkar umhverfismál. Hér eru skólar og leikskólar sem taka virkan þátt í þessum málum og erum við heppin að hafa fengið grænfána nokkru sinnum. Svo er líka frábært að hafa fengið bláfánan fyrir Langasandinn okkar. Bláfáninn er veittur þeim baðströndum sem uppfylla ákveðin skilyrði sem lúta að eftirfarandi þáttum: umhverfisfræðsla og upplýsingagjöf, vatnsgæði, umhverfisstjórnun, öryggi og þjónusta. Við eigum miklar náttúruperlur hér á Akranesi sem við eigum að standa vörð og má þar nefna fjörurnar okkar, þar með talin Langasandinn og skógræktina, svo eitthvað sé nefnt. Ég tek strætó á hverjum virkum degi og er þakklát fyrir að hafa ókeypis strætó. Það er nú samt margt sem mætti laga og bæta við til þess að hvetja fleiri til að nýta sér þessa þjónustu. Eitt af því fyrsta sem maður tekur eftir er umgengnin í strætisvagninum sem er ekki alveg nógu góð. Til dæmis er algengt að sjá krass og tyggjóklessur aftast í vagninum. Til að koma í veg fyrir þetta væri hægt að hafa eftirlitsmann í strætó eða jafnvel koma upp eftirlitsmyndavélum, því allir vilja nú auðvitað vera í snyrtilegum strætósvagni. Svo væri frábært að koma upp strætóappi fyrir Akranesstrætóinn til að maður getur fylgst betur með og fengi upplýsingar hvar vagninn er eða ef ferðirnar breytast. Og fyrir umhverfi væri snilld að hafa strætóinn rafknúinn. Okkur unga fólkinu þykir mikilvægt að strætóinn er þannig að hann sé virkilegur valkostur fyrir alla og minnki þannig aðra bílaumferð. Við þurfum líka að gera betur varðandi göng- og hjólastígana og þannig hvetja aðra og fleiri til að koma sér gangandi eða hjólandi á milli staða. Við þurfum einnig að hafa góða aðstöðu til þess að hjóla og ganga í snjó eða hálku og sjá til þess að salta eða sanda göngu- og hjólastíga. Akranes er með svo fáa brekkur og það ætti þá í rauninni að vera mjög auðvelt að hjóla hérna. Það væri gott markmið að sækja vottun að við séum hjólavænt samfélag og tengjast þannig markmiðum heilsueflandi samfélags. Annað sem við ættum að vera duglegri við er að fræða almenning flokkun og endurnýtingu og hvað maður getur gert betur á sínu heimili varðandi það. Við þurfum samfélag sem flokka meira og betur og koma upp fleiri flokkunarstöðum hér í bænum. Við ættum að setja okkur það markmið að verða bærinn sem önnur sveitarfélög horfa til í umhverfismálum.
Að lokum langar mig að segja frá því að í gær var undirritaður samningur á milli félags- og barnamálaráðuneytisins og UNICEF þar sem að ráðuneytið skuldbindur sig til að styðja við sveitarfélög við innleiðingu á verkefninu Barnvæn samfélög UNICEF. Samningurinn er undirritaður í tilefni af 30 ára afmæli barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þann 20. nóvember sem er einmitt á morgun á degi barnsins. Með samningnum er stefnt að því að íslensk stjórnvöld og öll sveitarfélög á Íslandi hafa á næsta áratug hafið markvissa innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og tileinkað sér barnaréttindanotkun í sínum verkefnum, stefnumótum og ákvörðunum. Eins og segir í fréttatilkynningu af málinu er með samningnum stigið mikilvægt skref í átt að fjölgun sveitarfélaga sem taka þátt í verkefninu með það að markmiði að þeim fjölgi 6 árið 2020 og 12 árið 2021. Samanlagt er stefnt á að minnstakosti 30% sveitarfélaga á Íslandi hafi fengið viðurkenningu sem barnvæn sveitarfélög UNICEF við árslok 2021. Það er von mín að Akranesbærinn okkar verði einn af þeim sem hoppa fljótlega á vagninn og verði með í þessu spennandi verkefni. Hvað er betra en að vera vistvænt, barnvænt og heilsueflandi sveitarfélag? Að lokum þakka ég fyrir mig og mun eftir að hlusta á unga fólkið. Takk fyrir Hekla. Þetta var frábær yfirferð yfir umhverfismál og einmitt þessi tenging á milli umhverfismála og þess að vera heilsueflandi, og takk fyrir að brýna okkur þarna með þetta flotta markmið að verða barnvænt sveitarfélag. Næstur á mælendaskrá er Björgvin Þór Þórarinsson og hann er fulltrúi nemendafélags Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem fylgjast með. Ég heiti Björgvin Þór Þórarinsson og er fulltrúi nemenda Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi. Ástandið í Fjölbrautaskólanum hefur líklega ekki farið fram hjá neinum. Og það ætti ekki að koma neinum á óvart að ég sé að fara að tala um það. En ég er ekki komin hingað til að tala fyrir hönd stjórnenda og ég er ekki komin hingað til að tala fyrir hönd kennara. Ég er komin hingað til að tala fyrir hönd nemenda. Það er alltaf sagt að nemendurnir séu númer 1 í skólakerfinu, en fram til þessa hef ég ekki tekið eftir því að nokkur vilji hlusta á það sem við höfum að segja í málefnum sem varða okkur. Það er búin að ríkja mikil óánægja með stjórnunarmál í skólanum síðan áður en ég hóf nám, og við í ferlinu sem hefur verið í gangi seinustu 5 mánuði þá hef ég ekki tekið eftir því að sjónarmið nemenda hafi nokkuð tíma verið tekið inn í jöfnuna. Það hefði getað verið gert með því að taka nemendur á tali í skólanum, velja nemendur á handhafa og taka á tali, eða tala við stjórn nemendafélagsins sem fulltrúa nemenda. Ég geri mig grein fyrir því að skólinn er ríkisrekinn, svo að bæjarfélagið hefur rosalega heft vald þegar kemur að málefnum þegar kemur að ákvarðanatöku í málefnum skólans. En það sem bæjarstjórn hefur er áhrifavaldið. Fólki hlustar á það sem þið hafið að segja og það getur breytt miklu þegar kemur á svona hlutum. Bæjarstjórn samþykkti ályktun þann 22. október síðastliðinn þar sem skorað var á yfirvöld menntamála til að grípa til aðgerða í málefnum skólans sem fyrst til að sátt skapist meðal starfsmanna. Ég vil hrósa bæjaryfirvöldum og þakka fyrir að koma með þessa ályktun því hún skiptir miklu máli, en í leiðin vil ég benda á að hún hefði mátt koma nokkru fyrr. Það ætti að vera forgangsmál hjá hverju bæjarfélagi að hafa góðan og farsælan framhaldsskóla, þess vegna ættu bæjaryfirvöld að gera allt sem þau geta til þess að friður geti skapast í skólanum. Þegar kemur að stjórnunarmálum í skólanum er okkur nemendum haldið algjörlega utan við allt. Upplýsingum er haldið frá okkur eins og það kom okkur ekki við og það getur jafnvel verið erfitt fyrir okkur að afla okkur upplýsingar sjálfur. Ég tók nýverið viðtöl við 14 nemendur í skólanum að handahófi þar sem ég spurði hvað þeir vissu vandamál í stjórnunarmálum skólans. Í hópnum var að minnsta kosti 1 nemandi af hvoru kyni frá hverjum árgangi í skólanum og niðurstöðurnar úr viðtölunum komu ekki á óvart, en þær voru þær
að fólk gerði sér yfir höfuð grein fyrir vandamálum milli stjórnar, kennara og yfirvalda en ekki af hvaða toga þau væru. Algeng svör voru í líkingu við eftirfarandi dæmi. Kennarar eru ósáttir við stjórnunarhætti en ég veit ekki af hverju. Skólameistari að kæra vegna ólögmætrar uppsagnarar en ég veit ekki hvað var ólöglegt. Skólameistari rak einhverja kennara ólöglega og kennarar eru ósáttir. Ég teki eftir að kennurum líður illa og mæta stundum ekki til vinnu vegna þess en ég veit ekki af hverju. Ég hef heyrt að stjórn skólans sé að reyna að gera allt það versta fyrir okkur. Eins og heyrist eru svörin mjög fjölbreytt frá því að vera nokkurn veginn rétt yfir að vera algjörlega kolröng. Skýringin á þessu er líklega sú að það eru ekki margir staðir fyrir framhaldsskólanemendur til að fá þessar upplýsingar. Eini staðurinn sem mér dettur í hug eru fréttamiðlar, þar sem ekki er búið að fjalla neitt um málin nema nýlega og mjög lítil umfjöllun, ef einhver bara. Nær allt sem nemendur fá að frétta gangi málana best með munnmælum og fara þar á leiðandi mikið af falsfréttum og ýkjusögum á flakk. Við erum fær á að mynda okkur heilbrigðar skoðanir en til þess þurfum við áreiðanlegar upplýsingar til að byggja þær á. Það er mikilvægt að ungmenni fá að tjá sig þegar kemur að málum eins og mennta- og menningarmálum eins og bæjarstjórnarfundur ungmenna er. Það mætti samt vera meira þátttöku ungmenna í bæjarmálum á öllum sviðum og telja að það að virkja ungmenni í stjórnmálum sé mikilvægt upp á framtíðina að gera. Það sem ég vil er að við nemendurnir fáum að vita það sem er að gerast í kringum okkur, svo við getum hjálpað til og verið jafnvel partur á lausninni. Vellíðan kennara kemur okkur við, ekki bara vegna þess að þetta kemur niður á náminu okkar, heldur líka vegna þess að við umgöngumst þetta fólk 8 tíma á dag, 5 daga í viku og okkur þykir vænt um þau. Alveg svo vellíðan samstarfsfélagi ykkar skiptir ykkur máli, þá skiptir vellíðan kennara okkur máli. Takk fyrir. Takk fyrir Björgvin Þór að vekja athygli á þessu mikilvæga umræðuefni og bara mjög góður og mikilvægur punktur frá þér að auðvitað eigum við að hlusta á ykkur, unga fólkið, og hér er vettvangurinn og þú bara ert að nýta hann vel. Yljaði mér pínulítið í hjartanu að heyra það að nemendur þykir vænt kennarana sína. Það ég trúi því að það sé þannig og gott að heyra það að þið berið náttúrulega bara fyrst og fremst umhyggju fyrir fólkinu sem þið starfið með. Næst á mælendaskrá er Marey Edda Helgadóttir og hún er fulltrúi nemendaráðs Grundaskóla. Gjörðu svo vel, Marey. Bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Marey Edda Helgadóttir og ég kem sem fulltrúi Grundaskóla. Við í ungmennaráðinu héldum málþing þann 1. nóvember síðastliðinn. Á málþinginu komu saman ungmenni úr 7. til 10. bekk og ræddu hvað mætti betur fara í bænum okkar. Þar var meðal annars fjalla skólakerfið, heilsueflingu, umhverfismál, frístundamál og fleira. Þau sem tóku þátt í málþinginu höfðu ýmsar skoðanir á því sem er að gerast á Akranesi. Krakkarnir höfðu einnig miklar skoðanir á því hvað mætti betur fara í kennslu í grunnskólum, þar á meðal margt sem mætti bæta og byrja að kenna okkur sem er mikilvægt fyrir okkur í framtíðina að kunna betur. Eitt af því sem mikið var rætt var of lítil kynfræðsla í skólum. Krakkar eru forvitnir að vita meira um þessi málefni. Í 7. bekk fer fram kynfræðsla þar sem rætt um blæðingar og kynfærin. Í 9. bekk fengum við kynfræðslu þar sem farið var yfir kynsjúkdóma og hvað þeir væru hættulegir. Einnig fengum við fræðslu getnaðarvarnir og voru allir sammála að þótt fræðsla þessu tagi sé mjög mikilvæg, þá sé hún þó mikið byggð á því að hræða okkur og það er bara ekki að virka. Við þurfum miklu frekar uppbyggjandi og upplýsandi fræðslu í stað þess að fræðast bara það sem er hættulegt. Talað var til dæmis væri kynfræðsla aðeins 2% af allri þeirri fræðslu í náttúrufræði. Við teljum þetta mjög nauðsynlegt innlegg í umræðuna og viljum ítreka að kynfræðsla á ekki bara snúist allt það neikvæða sem getur gerst eða það sem getur farið úrskeiðis. Heldur líka mikilvægt að fræða og ræða kynfræðslu á jákvæðan og uppbyggjandi hátt. Við vitum að kynsjúkdómar eru hættulegir en við þurfum og viljum líka fræðast allt það jákvæða sem kynfræðslan ætti að hafa upp á bjóða. Að okkar mati þurfum við til dæmis að fræðast meira hvað er eðlilegt og hvað er ekki eðlilegt í samböndum.
Maður þarf ekki annað en að flétta í gegnum vefmiðla og fréttir til að sjá að allt of margir eru að lenda í ofbeldissamböndum í dag. Það er að segja samböndum sem til dæmis fela í sér misnotkun, ofbeldi, óheilbrigð samskipti og jafnvel nauðganir. Við fögnum í þessu samhengi herferðinni Sjúk ást sem við teljum mjög nauðsynlega og hefur eflaust opnað augu margra. En á sama tíma förum við okkur á því að við þurfum að leita eftir styrkjum og fá hjálp frá félagsmiðstöðinni til að fá þessa fræðslu, sem við teljum að sé mjög mikilvæg fyrir okkur. Okkur finnst að skólinn eigi að hjálpa okkur að fræðast þessi mál, því að stuðlar að betri sjálfsmynd og hjálpar okkur með samskipti milli kynjanna. Að endingu vil ég nefna að á málþinginu okkar kom einnig sterkt fram að ungt fólk vill fá meiri fræðslu fjármál og rekstur. Mörg ungmenni sem kom út á vinnumarkaðinn kunna ekki til að mynda að lesa út úr launaseðlunum sínum eða vita jafnvel ekkert skatta og þannig mætti lengi telja. Mjög mikilvægt er að við lærum að stýra fjármál okkar sjálf og öðlast betri skilningu á ýmsu tengdu fjármálum. Það er margt spennandi að gerast í lífi okkar en það kostar allt peninga. Foreldrar okkar eru misvel stæðir og meðan sumir fá alla peninga sem það vantar eru aðrir sem þurfa að neita sér hluti því það er ekki til peningur. Margir eru einnig farnir að vinna með skólum og í sumarfríum og á málþinginu kom skýrt fram að okkur finnst vera meiri fræðsla mikilvægi sparsemar og ábyrgðar í fjármálum. Ég vil að lokum þakka fyrir mig og þennan flotta vettvang og tækifæri fyrir ungt fólk og Akranesi til að koma skoðunum sínum og hugmyndum á framfæri. Takk fyrir Margreta og takk fyrir þessa brýningu varðandi kynfræðslu í skólum og það er rosalega hollt fyrir okkur að vera alltaf að skoða hvað við getum gert betur, hvernig við getum bætt hlutina og mjög gott að fá svona skýra og góða ábendingu. Næst á mælendaskrá er Ylva Örk Davíðs, hún er fulltrúi Hvíta hússins hér á þessu fundi. Ylva, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Ylva Örk Davíðsdóttir og er fulltrúi Hvíta hússins í Ungmennaráði Akranes. Ég, eins og við flest í ungmennaráðinu, vorum á ungmennaþinginu sem haldið var í þorpinu núna 1. nóvember. Þingið gekk mjög vel og margt kom þar fram. Flestir eru sammála að það sé gott að búa á Akranesi. Hér eru góðir skólar og leikskólar, öflugt félagslíf og góður tónlistarskóli og svo mætti lengi telja. Ég hef alist upp og búið alla mína tíð á Akranesi og oftast liðið vel. Ég er elst af nokkrum systrum og það er út frá þeirra framtíð sem ég tala í dag. Þó svo að flest okkar ungmenni séu í góðum málum, þá er það því miður þannig að tölur fara hækkandi neyslu ungmenna á fíkniefnum. Þetta er ömurleg þróun. Ungmenni eru að falla frá vegna fíkniefna. Það hræðir mig hvað það er búið að normalisera þessi ógeðslegu efni. Við ungmennin heyrum og vitum hvað er í gangi. Við vitum að það eru unglingar sem mæta edrú og allsgáð á framhaldsskólaböll, en við höfum líka dæmi unglinga sem mega ekki drekka samkvæmt lögunum og eru að mæta á böll án þess að hafa drukkið áfengi og fá þau að blása í áfengismæli og komast því í edrúbottinn svokallaðan. Þessi ungmenni eru jafnvel að mæta samt sem áður undir áhrifum kannabis, hassreykinga eða jafnvel lífseiðskyldra lyfja. Þetta er aðeins eitt dæmi hvernig þróunin er og það er þetta sem ég á við normaliseringu á til dæmis efnum eins og kannabis. Þetta er óhugnanlegt og á ekki að vera boðlegt. Við höfum líka heyrt að krakkar séu að nota kannabisvökva í veip eða rafrettur, allt of margir, og þar með taldir foreldrar sætta sig við að börnin þeirra noti veip og virðast ekki átta sig á hættunni sem þessu fylgir. Ég hef gríðarlega miklar áhyggjur af þessu. Það væri frábært ef ég vissi hvaða forvarnir virka,
eða hvernig það er hægt að binda enda á þetta. En ég veit það ekki. Ég ásamt 2 öðrum fulltrúum úr Ungmennaráði Akraness sátum á málstofu í Ráðhúsinu í Reykjavík nú á dögunum, svokölluðu ráðabruggi, þar sem við fengum kynningu á því hvað jafningjafræðsla er. Það er von í svoleiðis fræðslu, þar sem öll ungmennin sem sátu með mér á þinginu voru sammála að ungmenni ná best til ungmenna. Þar sem að fær að heyra fræðslu frá sínum jafnaldra. Fræðslan getur verið ýmisleg forvarnir til dæmis. Þá er ég ekki að tala hræðslu, þar sem fyrrverandi fíkill er að tala heldur ungmenni sem hafa valið að fara aðra leið, lifa heilbrigðu lífi og líður vel með það. Við fáum alltaf að heyra krakkana sem fara út af brautinni, þessi fáu prósent sem byrja að nota vímuefni. Við fáum minna að heyra alla hina sem völdu að gera það ekki. Stundum mætti halda að allir framhaldsskólanemar væru í einhverju bulli. Þannig er oft fréttaflutningurinn. En við eigum auðvitað að hafa áhyggjur af þeim krökkum sem fara út af brautinni. Það þarf að styrkja þau, hafa öflugri sjálfstyrkingu og svoleiðis þarf að byrja miklu fyrr. Við þurfum að efla jákvæða leiðtoga. Ég legg til að Ungmennaráði Akraness verði veitt fjármagn til þess að byrja og starta jafningjafræðslu. Fræðslan getur verið víðtæk en talað yrði það sem brennur á ungmennum í dag. Það væri hægt að tala fíkniefni og koma fram með jákvæðar fyrirmyndir. Þannig gætu ungmenni til dæmis á fyrsta ári í framhaldsskóla fengið sumarvinnu við það að fræða þá sem yngri eru. Takk fyrir mig. Takk fyrir, Ylva, fyrir þessa góðu yfirferð mjög alvarlega hluti og og mjög góð ábending hjá þér með þetta að við fáum oft mest að heyra einmitt af þeim sem eru kannski fæst, og frábær setning sem ég hjó eftir í ræðunni þinni að það væri einhvern veginn búið að normalisera þessi ógeðslegu efni, og það er ótrúlega merkilegur hlutur og eitthvað sem við þurfum að virkilega taka alvarlega. Þá er komið að næsta frumalanda og næst síðust í röðinni. Það er Sóley Brynjarsdóttir og hún er fulltrúi iðkenda hjá Íþróttabandalagi Akraness. Sóley, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Sóley og ég kem hingað í dag sem fulltrúi ungmenna innan Íþróttabandalagsins á Akranesi. Það er gaman að bæta við að þetta er í fyrsta sinn sem IA fær fulltrúa inn í Ungmennaráð Akraness. Eitt af því sem var rætt á málþinginu 1. nóvember var hvað getur bærinn okkar gert til þess að bæta heilsueflingu ungs fólks. Margt merkilegt kom þar fram og margar góðar hugmyndir. Til dæmis var nefnt betri aðgang að sálfræðiþjónustu, auka íþróttaval í skólum, hafa andlega heilsutíma, betri hjólaleiðir og upphitaða hjólastíga, hafa jóga í skólum og fleiri vatnstanga. Svo kom margt fleira fram, enda hefur ungt fólk miklar skoðanir og góðar hugmyndir almennt. Núna er Akraness orðið heilsueflandi samfélag, sem er mjög jákvæð þróun og verkefni sem við erum verulega ánægð með. Þegar samningurinn innleiðingu heilsueflandi samfélags var undirritaður, kom út frétt á vef Akraneskaupstaðar, þar sem sagt var frá því að starfshópur væri farinn af stað. Í þessari frétt var ein setning sem ég tók eftir og hún var svohljóðandi. Í starfshópnum sitja að auki fulltrúar þeirra hópa í samfélaginu sem hafa mikinn snertiflöt við þjónustu sveitarfélagsins.
Þarna er átt við fulltrúa eldri borgara og frístundastarfs. Í starfshópnum sitja samt sem áður engin ungmenni. Og ætlar einhver að fara að segja mér að ungmenni hafa ekki mikinn snertiflöt við þjónustu sveitafélagsins? Mín tillaga er sú að fulltrúa ungmenna verði bætt við inn í þennan starfshóp, þar sem ungmenni, að mínu mati, hafa mikinn snertiflöt við þjónustu sveitafélagsins. Við unga fólkið, við erum nefnilega framtíðin og ef einhvern veginn á að halda Akranesi sem heilsueflandi samfélagi til lengri tíma, þá tel ég besta leiðin að fá okkur með í ráðin. Sérstaklega þar sem bæði Fjölbrautaskólinn og grunnskólarnir eru heilsueflandi skólar. Næst langar mig að ræða stuttlega svefntíma unglinga. Unglingar almennt þurfa að sofa í það bil 10 klukkustundir á nóttu og þá í það allra minnsta 8. Sorglega staðreyndin er samt sú að unglingar hér á Akranesi og á Íslandi almennt eru ekki að fá þennan svefn. Mjög margir, eða 34% allra ungmenna sofa ekki nema í 6 tíma eða minna á hverju nóttu og sá litli tími er alltaf að styttast. Margar rannsóknir hafa sýnt að það að sofa of lítið hefur neikvæð áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu. Á vef landlæknisembættis kemur einnig fram að þeir unglingar sem hafa góðar svefnvenjur og sofa nóg eru hamingjusamari. Þeir taka frekar ábyrgð á heilsunni, borða hollari mat, eru hæfari að takast á við streitu og ástunda frekar reglulega hreyfingu en þeir unglingar sem sofa ekki nóg. Og er þetta, það sem ég var að telja upp, er það ekki nákvæmlega það sem við viljum unglingunum okkar? Ég vona það allavega og þess vegna legg ég til að það verði eitthvað gert til þess að lengja svefntíma ungmenna. Sérstaklega í ljósi þess að við erum heilsueflandi samfélag. Það er margt sem er hægt að gera í þessum málum. Það væri til dæmis hægt að fræða bæði unglinga og foreldra þessi mál. Við getum hvatt foreldra til þess að koma börnunum sínum fyrir að sofa og gera þeim í ljóst hversu mikilvægur svefninn er. Því ég held að fólk geri sér almennt ekki grein fyrir því. Það sem bærinn getur einnig gert er að passa að íþróttaæfingar unglinga séu ekki of seint á kvöldin. Því krakkar sem eru búnir á æfingu klukkan 10 eiga eftir að koma sér heim, fara í sturtu, borða kvöldmat og gera allt nauðsynlegt áður en þeir fara að sofa, eru aldrei að fara að sofa fyrir 2 tímum eftir að æfingin er búin, sem þýðir að þeir eru ekki að fara að sofa fyrir á miðnætti. Þeir krakkar þurfa svo að vakna klukkan 7 daginn eftir til að fara í skólann klukkan 8. Þessi krakkar fá aldrei meira en 7 tíma svefn og það er bara ekki nóg. Takk fyrir mig. Takk fyrir Sóley, fyrir þessa yfirferð heilsueflingu ungs fólks og þessa augljósu tillögu þína aðkomu ungmenna að starfshópi heilsueflandi samfélag, sem er kannski gott dæmi það hversu sofandi við fullorðna fólki getur stundum verið. Takk fyrir að benda okkur á þetta. Nú, síðasti frumalandinn á þessum fundi er Helgi Rafn Bergþórsson og hann er fulltrúi nemenda við Tónlistarskóla Akraness. Helgi Rafn, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem hlýða á. Ég heiti Helgi Rafn og kem hér sem fulltrúi Tónlistarskólans á Akranesi. Það er þó nokkuð mál sem kemur í hugan á mér þegar ég hugsa Tónlistarskólan á Akranesi. Margt jákvætt og eitthvað sem hægt er að gera betur og bæta. Ef við tökum sem dæmi, þá er húsnæði og aðstæða mjög góð í Tónbergi. Salurinn er frábær og er notaður til ýmissa athafna. Og eru það ekki alltaf tónflutningur, heldur geta verið fyrirlestrar, leikrit, bíósýningar, svo dæmi séu nefnd. Fatlaður einstaklingur er í skólanum þessa mundir og vonar Tónlistarskólinn að gera meira úr því í þeim efnum. En að vísu er ekki aðstaða til að koma hjólastólnum upp á sviðið í salnum og hlýtur það að vera eitthvað sem hægt er að leysa sem fyrst.
Allir eiga rétt á því að hafa sömu tækifæri og þarf þess vegna að leysa þetta mál og hefur skólastjóri tónlistarskólans spurt eftir þessu áður en nú þarf eitthvað að gerast. Lengi hefur verið talað um biðlistan hjá tónlistarskólanum og er hann kominn í og yfir 100 nemendur. Hægt er að leysa þetta með því að fjölga kennurum eða í það minnsta að fjölga stöðugildum. Auðvitað er þetta fjárhagslegt mál en aðstöðu vantar ekki og er alveg hægt að nýta stöðunar að fullu. Þannig að þá er í rauninni bara fjárhagur til kennslu en ekki til aðstöðu. Það er þó jákvætt að sjá hve margir vilja læra hljóðfæri og syngja á Akranesi og aðsóknin er gríðarleg. Með því að fjölga stöðugildum þá er einnig hægt að horfa til fjölbreyttara náms og gera tónlistarnám á Akranesi enn meira aðlaðandi fyrir íbúa Akraness. Þá vil ég fara yfir forvarnagildi tónlistarnáms. Oft er talað um að skipulagt íþróttastarf sé gott forvarnagildi gegn áfengi og öðrum vímuefnum. Finnst mér það alveg að mikið eiga um tónlistarnám. Það hefur líka sýnt sig að við það að iðka og hlusta á tónlist þá er verið að virkja margar stöðvar í heilanum og er því góð heilaleikfimi. Tónlistarminni er einnig eitt af því síðasta sem hverfur úr heilanum, til dæmis hjá heilabiðuðu fólki. Þó flestir krakkar geti fundið einhverja íþrótt til að æfa, þá er það staðreynd að mjög margir detta út á unglingsárunum, kannski aðalega þegar íþróttin fyrir að taka meiri tíma og vera meira afreksmiðuð. Tónlistarnám er til dæmis eitthvað sem þú getur samnýtt sem nám og tómstundagaman, til dæmis að búa til hljómsveitir með alls konar hljóðfæraleikurum. Við viljum þó hrósa Akraneskaupstað fyrir frábært starf í tónlistarnámi á Akranesi og er björt framtíð í tónlist hér í fjölbreyttum tegundum tónlistar. En að öðru tengdu tónlist. Mikilvægt er að eiga sér stað hljómsveitir á Akranesi. Við í Þungarokkshljómsveitinni Skölkrössir, eins og einhverju kannast kannski við, fengum aðstöðu snemma í sumar í kjallaranum við gamla Landsbankahúsnæðisins og erum mjög ánægðir við að hafa fengið þetta tækifæri að vera þarna. En það er hægt að gera meira úr þessu með því að bjóða fleiri hljómsveitum aðstöðu, því auðvitað eiga allar hljómsveitir á Akranesi eða í sama bæjarfélagi að fá sömu tækifæri. Tónlistarskólinn sjálfur er lokaður fyrir kennslu á sumrin og væri þess vegna hægt að bjóða þeim sem langar að stunda tónlist í hljómsveit eða öðru slíku, hvort sem aðstæðan verður í tónlistarskólanum sjálfum eða annar staðar. En ef þessi hlutir eiga að rætast, þá þarf bæði að auglýsa þá og þá þarf að vera til húsnæði. Í Reykjavík er þetta í boði en auðvitað er einhver kostnaður í því, en þá er hægt að hafa húsnæði og allir sem er í húsnæðinu fá aðgang að sal til að halda tónleika. Að lokum er eitt lítið atriði sem ég vil koma á framfæri sem tengist ekki tónlist að skólanum. Ég vil benda á sparkvöllinn við Grundaskóla sem er oft í notkun á kvöldin og er ljósin oft slökkt í kringum 8 á kvöldin og er þess vegna ekki hægt að spila. Við vitum að þetta er til að yngri börn séu ekki of lengi út á kvöldin. En þegar við sem eldri erum ætlum í fótbolta eftir kvöldmat eins og þá er ekki hægt að fara. Ég og vinir mínir notuðum einu sinni kastara að heiman, bara svona ljóskastara, til að geta farið í fótbolta. Þannig að það er eitthvað. Þannig að ég vil þess vegna óska þess að ljósin verði í gangi til að minnstakosti 10 kvöldin og enn ekki lengur. Ég er ekki að biðja mikið með þessu, þannig að ég gerir ráð fyrir að ekki verði mikið mál að breyta þessu. Takk fyrir mig. Takk fyrir Helgi Rafn fyrir þessa yfirferð hérna tónlistarskólan og þessa stöðu sem er þar varðandi biðlista í tónlistarnám og hérna komst þarna með áhugaverða punkta varðandi bæði forvarnagildi tónlistarnáms og bara þessa heilaleikfimi sem að í tónlistinni er falin. Og hérna vissum að þetta er alveg hárrétt að tónlistin reynir á ýmsar heilastöðvar. En þá hafa allir frumalendur á þessu fundi lokið máli sínu og ótal atriði sem við erum búin að fá hérna í sarpinn frá þessum flottu fulltrúum og nú ætla ég að gefa orði laust og ykkur er að sjálfsögðu frjálst
bæjarfulltrúar að kveða ykkur hljóðs og einnig hvet ég eldri bæjarfulltrúa til þess að taka til máls og kommenta. Og Helgi Rafn biður orðið, gjörðu svo vel. Mér langaði bara að bæta við einu. Ég gleymdi að segja það og það fór enginn inn á það. Þrátt fyrir það að við séum yngri en þið og við séum ungmenni, þá langar mér bara að bæta við að við erum öll manneskjur. Við vitum að þið hafi kannski meiri reynslu á því að vera í bæjarstjórn en við erum ekki, eins og kom fram á seinasta bæjarstjórnarfundi. Það var svolítið okkur leið þannig að okkur var svona eins og vera að klappa ketti svona. Þið eru svo frábærar og svona. Við viljum bara að það veri góð umræða í gangi og ekki gera lítið úr málunum og bara þannig að, já, takk fyrir. Takk fyrir, Helgi Rafn. Bara hárrétt hjá þér, við erum hér öll á jafnréttisgrundvelli og erum að tala saman. Það er þannig sem þetta fer fram. Og orðið er laust ef að ykkur vill kveða sér hljóðs. Gefa ykkur kannski bara smá umhugsunartíma og já, það er bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs Elsa Lára Arnardóttir sem ætlar að fá að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, og þá er ég að tala til ykkar kæru ungu bæjarfulltrúar og þið bæjarfulltrúar sem eldri eruð og kæru gestir í sal og þið sem eru líklega að hlusta á okkur einhvers staðar fjarri þessum sal. Mig langar að þakka ykkur öllum fyrir mjög góð og vel undirbúin erindi. Ég veit að það liggur hellingsvinna að baki þegar maður er að koma svona fram og að standa frammi fyrir bæjarstjórn að eiga samtal við öll sem erum hér bæjarfulltrúar, öll hér saman. Mér langar líka að þakka þeim sem öllum þeim hlutaðandi stofnunum, skólum, Arnardal, Hvítahúsi, Fjölbrautaskóla og öðrum sem þið starfið með Íþróttabandalagi og öllum þeim aðilum fyrir afar gott starf með ykkur, öllu saman og okkur. Mér langar kannski að byrja aðeins það sem Helgi Rafn Bergþórsson sagði, að það sé mikilvægt að hlusta á ykkur og það eru svo sannarlega held ég öll að gera sem erum hér. Og það segir nú í einhverjum lagatexta sem það sé mikilvægt að hlusta á unga fólki því það eru jú þau sem erfa munu land og það eru við svo sannarlega að gera hér. Þú kemur Helgi Rafn inn á ýmsa þætti hvað varðar aðgengi fyrir alla nemendur í tónlistarskólanum. Þetta er bara mikilvæg ábending og þetta hefur verið rætt hér í bæjarstjórn og inn í fagráðum bæjarins. Og það er auðvitað þannig og þetta er góð brýning fyrir okkur að minna okkur á þetta mikilvæga atriði. Og þetta er eitthvað sem við tökum með okkur í farteskinu út af þessum fundi. Ég er líka sammálaður að forvarnagildi tónlistarnáms, nú þekki ég það bara sjálf heiman frá mér, að það hefur skipt mitt heimili máli og maður hefur bara séð það líka að forvarnagildi tónlistarnáms er bara sama og hvað varðar annað íþrótt og æskulýðsstarf, að við finnum okkur ekki öll í kannski íþróttinni, kannski finnum okkur í íþróttum og líka í tónlistarstarfi, þetta er bara rosa misjafnt, en og þetta sem þú nefnir líka hvað varðar æfingaraðstöðu og annað slíkt, að þetta er eitthvað sem við þurfum bara að skoða og finna út úr. Og þetta hvað var að sparkullu við grundaskóla, þá vil ég bara hrósa ykkur vinunum fyrir lausnamiða nálgun, en þetta hlýtur bara að vera framkvæmdar atriði og eitthvað sem hefur kannski bara yfirsést í einhverju sem ætti nú að vera lítið mál að kippa í lag. Hvað var það ljósin á vellinum? Sóley Brynjarsdóttir, fulltrúi iðkenda hjá Íþróttabandalagi Akraness, talar mjög réttmæta
ábendingu hvað varðar aðkomu unga fólksins inn í starfshóp eða stýrihóp heilsueflandi samfélag. Hið minnsta þá hef ég skilið það sem svo að það eigi að kalla til aðila inn í stýrihópinn til að leita álits og ráðgjafar á þeim þáttum sem að snúa að hinum ýmsu málefnum. Þannig að ég skildi það allavega þannig. Þú tala líka mikilvægi þess að hafa betri aðgang að sálfræðiþjónustu og kemur sér inn á ýmsa velferðarþætti sem eins og jógað og annað slíkt. Ég er mikil áhugamanneskja það og margir hér í bæjarstjórnum það að horfa upp á svona ákveðna breytingar kannski á þjónustu í velferðarmálum, að við kannski sumir þurfa að fara til sálfræðings, aðrir þurfa á þjónustu félagsráðgjafa að halda. Þannig að við svona skoðum það aðeins svona að brjóta það upp. Og þú ræðir svefntíma unglinga og hér langar mig kannski aðeins til að taka sem dæmi að á mínum vinnustað að þá höfum við verið að vinna með grunnþarfir, fengið fyrirlestur grunnþarfirnar sem mikilvægi þess sem að við uppfyllum sjálf, sem það að sofa nóg, að borða hollan mat, að hreyfa okkur, eiga félagslegum samskiptum og þannig að öll fræðsla, þó að maður sé orðin kona á 50-aldri að er góð og góð áminning. Þannig að það er eins og þú segir að öll fræðsla og umræð það að því að svefnin er ein af okkar grunnþörfum og til þess að fungera og virka sem skyldi. Og þá er mikilvægt að það sé í lagi. Þú hefur örugglega rætt það einhvers staðar mikilvægi þess að það sé meiri fræðsla mikilvægi hans. Og það er bara eitthvað sem ég held að við tökum bara öll til okkar. Það er líka bara mikilvægi þessi samvinna heimilis og skóla að þetta skipti máli. Margreta Helgadóttir frá Grundaskóla. Þú ræðir þætti sem eins og of lítil kynfræðsla og þann mikilvæga punkt að það fari fram fræðslu hvað sé eðlilegt í samböndum, hvað sé í rauninni heilbrigð ást og heilbrigt samband og annað slíkt, að því að það er bara fyrir fólk bara eins og mig sem kannski að reyna að fylgjast með hvað unglingarnir að gera á netinum og fyrir kannski að fræðast aðeins, reyna að fylgjast með að þá er sumstaðar teiknuð upp bjöguð mynd af því hvað það er og hvað fólk eigi að leyfa hvert öðru og annað slíkt. Þannig að það er mjög mikilvægt að fræðsla fari fram þetta. Þú ræðir líka hvað varðar fjármál og rekstur og að unga fólki læri að þekkja fjármálin. Það er mikilvægt og ég veit það líka bara að bara dóttir mín, hún er í fyrsta ári fjölbrautaskóla, að þegar hún var í unglingadeild að þá var að fara fram með fræðsla laun og hvað væri að vera að borga í skatta, því að heima hjá mér var mikil umræð það að það sem að unglingurinn fekk allt í einu sjokk yfir því að fá ekki öll launin til sín, heldur að hversu hátt hlutfall launana væri að fara annað. Þannig að ég held þetta sé aðeins byrja, þetta er góð ábending, líka það að svona höldum við áfram. Þetta er líka hægt að tengja saman við eins og Elsa María sagði, að það var breytt fyrirkomulag kannski að vinnuskóla. Nú hefur verið umræð það að endurskoða svona og skoða að þá vinnu sem þar fer fram og þann skóla sem þar fer fram. Ég er ekki alveg með það á hreinu hvar sú vinna er stödd akkurat núna. Það eru einhver hér inni sem kannski getur svarað því betur heldur en ég. Þannig að það hefur alla verið í umræðinni að skoða svolítið það vinnu og það nám sem fer fram innan vinnuskólas. Þannig að Hekla María Kristleifsdóttir frá Nemendafélagi Brekkubæjarskóla
þú ræðir umhverfisvitund íbúa og þú kemur inn á hvað var það grænfánan og bláfánan. Við erum auðvitað afskaplega stolt af því og þeim viðurkenningum og þeim vottunum sem við höfum þar. Með bláfánan á okkar fallega Langasandsströndin okkar í strandbænum Akranesi. Mér finnst þetta sem þú ræðir hvað með appi með strætón, mér finnst það ótrúlega flott hugmynd að ég veit að við erum líka að vinna hérna innan bæjarins að ákveðin svona snjallvæðingu að auka við svona rafræna ferla innan bæjarins, þannig að bæjarstjórinn okkar er mjög áfram fjórðu iðnbyltinguna og eitthvað tækni að ég er alveg viss hann hefur skráð þetta hjá sér. Hvað varðar umhverfisvitund þá er það á dagskránni á næstunni að auka við flokkun og ég vona það að við förum að og við stefnum að því að auka við flokkun að bæta við lífrænum úrgangi í heimilisflokkunina og síðan hefur verið á dagskránni að setja upp grenndargáma til þess að geta losa okkur við gler og pappa og annað slíkt. Það var búið að finna því stað við Fjöleiðjuna en síðan urðu breytingar þar, það var bara tjón og verið að reyna að finna nýjan stað. Þannig að vonandi að það skýrist fljótlega. Björgvin Þór Þórarinsson frá Nemendafélagi Fjölbrautaskólans, þú kemur hérna með góða punkta. Það er bara og á viðkvæmu málefni. Maður hefur haft áhyggjur af ástandinu, líka nemendana vegna. Ástæðan þetta er stóru vinnustaður í samfélaginu okkar, það að vinna hellingur af kennurum, öðru starfsfólki og þetta er líka vinnustaður nemenda. Og við vitum það líka að öll forsenda til þess að ganga vel í námi og það að manni líði vel, mann sé öruggur og annað slíkt, þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli að þetta ástand lagi sem allra fyrst allra vegna og það var markmiðið með því að bæjarstjórn Akraness setti frá sér þessa yfirlýsingu og ég vona svo sannarlega að það líði ekki margir dagar þar til að við sjáum lausn á þessum málum. En þetta er réttmæt ábending hjá þér og má ég sjá Ylfa Örk Davíðsdóttir frá Hvíta húsinu. Þetta er bara maður setur oft hljóðan þegar maður fær og þessi umræða verður neyslu ungmenna og hvernig við getum spyrnt fótum við þessu. Það er auðvitað gríðarlega gott starf unnið hér í forvarnastarfi en auðvitað þurfum við alltaf að skoða hvar við höfum enn fleiri sóknarfæri. Mér finnst þetta góð ábending að við höfum oft talað og oft heyrir maður af fræðslum einmitt það sem þú segir, það sem fólk hefur farið út af sporinu og annað slíkt en það er góður punktur að benda á það hjá þeim sem eru ekki á þeim stað og hvernig þau eru að haga sínum málum. Þannig að þetta ráðabrugg, jafningjafræðsla, ég veit að það er verið að skráta hjá sér, hjá okkur, hjá Friðbjörg okkar, að þetta er eitthvað sem verður skoðað líka hjá okkur hvernig við getum. Þetta er bara mjög mikilvægt mál og mér langar bara enn og aftur og ég ítreka það sem ég sagði í byrjun. Hér eigum við samtal, hér erum við að hlusta á ykkur. Hér á þessu vettvangi hafa orðið til hlutir og þættir sem hafa farið í farveg og ýmsar hugmyndir, þannig að rödd ykkar skiptir mjög miklu máli, þannig ég vil bara hrósa ykkur enn og aftur fyrir ykkar framlag, ykkar undirbúning og ykkar framsögu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Elsa Lára. Næst á mælendaskrá er Rakel Óskarsdóttir, bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti,
ágæta unga fólk í bæjarstjórninni, öldungarnir í hópnum og gestir í sal og aðrir sem á okkur líða. Ég vil byrja að þakka ykkur kærlega fyrir þennan fund og ég sé það að þið hefur lagt mikla vinnu í ykkar erindi og þó að við hefum fengið góða brýningu frá Helga Rafni sem var alveg þörf og á alveg rétt á sér og þá ætlum ég samt að leyfa mér að hrósa ykkur en ég veit það líka að þið vitið alveg að þið eru frábær og þið eru okkur líka fyrirmynda því að við vorum ekki á þessum stað sem þið eru núna þegar við vorum ung. Við vorum skjálfandi á beinunum eða við áttum að fara að tala eitthvað staðar í pontu. Svo það sé nú sagt. Formaður bæjarráðs, Elsa Lára Arnardóttir fór yfir svona eitt og annað og ég ætla svo sem ekkert að endurtaka það sem þið voru að tala í erindunum ykkar en það var nú samt svona eitt og annað sem að væri alveg hægt að ræða og líka kannski varpa fram spurningum. Það ungmennaþing sem þið hafi haldið, það hefur greinilega verið óbúslega fróðlegar komdu bara inn. Verið fróðlegar umræður og væri kannski svolítið gaman líka fyrir okkur sem erum kannski ekki búin að sjá eitthvað svona samantekt á þessum hugmyndum af því að það hefur örugglega margt fleira komið fram sem ekki í erindunum ykkar af því þetta þið farið alveg vítt og breitt í sviði allt frá fjármálalæsi, í kynfræðslu, í umhverfismál og svo lengi maður telja þannig að það væri rosalega gott fyrir okkur að fá líka kannski einhverja punkta það. Varðandi vinnuskólan og sem að Elsa María nefndi að þá tek ég alveg undir það og ég og maður heyri það líka bara á sínum börnum að þetta þótti kannski ekki voða skemmtilegt. En þá bara tökum við því sem hvatningu hvernig við getum gert þetta áhugaverðara. Og þetta hefur líka verið umræði efni innan stjórn Samband Íslenskra sveitarfélaga þar sem ég sit inni sem fulltrúi Norðvesturkjördæmis. Og það líka örugglega einhver umræða búin að eiga sér stað á skipulags- og umhverfisráðinu og kannski Ólafur Atarsson getur kannski frætt okkur aðeins meira það. En þetta með það að hvort þetta sé skóli, að því þetta heitir vinnuskóli, að þá held ég að við getum gert mun betur þarna. Hvernig við gerum það af því að þetta líka alltaf spurningunum um fjármagnið og eru fyrirtæki í sveitarfélögum tilbúin til að koma að þessu, stofnanir bæjarins og þetta kannski væri eitthvað bara umræðuvettvangur sem við getum bara tekið heilan fundi og rætt bara þetta. Þannig að vonandi líst ykkur kannski svolítið vel á það. Hekla Kristleifsdóttir, hún talaði umhverfisvitund unga fólksins og við ættum að vera hjólabær. Ég held að þetta sé alveg fín hvatning, það alltaf rosalega hvasst á Garðabrautinni, þannig að við þurftum að velja okkur aðra leið. Segir svo sem er ekki fædd uppalinn hér, ég er búin að heyra svo margar sögur, allir hafa verið að berjast með skólatöskurnar upp Garðabrautina því það alltaf hvasst þar. En það bara hvatning til að fá meira út úr hreyfingunni. En svona fræðslu til okkur sem erum hér og erum með börn og annað þá held ég að við ættum kannski bara að fá líka Brekkubæjarskóla sem okkar fyrirmynd inn í þessa vinnu sem væri framundan því að það kannski svo stofnun sem kannski komin lengst í þessu með fræðslu til nemendur og hvernig við getum gert það betur og ég held að það sé engin betri stofnun í sveitarfélaginu til að fara fyrir því verkefni og fá þá aðra með sér og líka þá sem kannski ekki með börn í skólum af því að það oft erfitt að kenna eldri kynslóðinni hvernig við eigum að gera þetta og þá ég að tala um fólki sem mikið eldri en ég þannig að sem höfum það nú á hreinu af því að Elsa talaði áðan að hún væri 50-saldri. Þannig að ég held að það væri líka bara sniðugt varðandi Brekkubæjarskóla, þeir veri kannski svona kanónur í því verkefni og beini því þá kannski bara áfram til þeirra sem setja þar við stjórnvölinn. Varðandi þar sem Björgvin Þór kom inn á með Fjölbrautaskólann þá tek ég alveg heils hugar undir áhyggjur þínar með ástandi þar og heyri ég það sjálf bara inn á mínu heimili að það mikil togstreita og þetta svolítið eldfimt ástand
og bara vonandi fer þetta nú einhvern veginn að fá einhverja farsæla lendingu öllum til heilla, ekki síst ykkur nemendunum. Og mér fannst líka bara líka áhugavert af því að þú nefnir í rauninni að það vantar frekari samtal við ykkur bara almennt, og að því nú erum við í stjórnmálum, þó að bæjarpólitík allt öðruvísi heldur en svona landspólitíkin, og þá erum við samt svo oft stjórnmálaflokkarnir að reyna að kalla eftir samtali. Þú veist, við erum að reyna átt okkur á því hvernig væri best að ná til ykkar, þú veist, erum við kannski bara ekki komin með sömu samfélagsmiðla eða hvað þetta, því að ég tala bara frá minni reynslu sem oddviti sjálfstæðismanna og við hefum alveg átt erfitt með að ná til unga fólksins. Kannski bara því að það heitir eitthvað stjórnmálaafl eða eitthvað slíkt, að því að vera bæjarfulltrúi erum við öll á þeim stað að við viljum bænum okkar vel. Við getum haft ólíka skoðanir á því hvernig við nálgumst hlutina, en við þiggjum allar ábendingur það hvernig þið sjáu fyrir ykkur að þið getið tekið frekar þátt í að móta samfélagið og koma áleiðis skoðunum og annað. Þannig að bara hvet ykkur til þess að hafa frekar samtal líka við okkur og leiðbeina okkur þá ef það eitthvað sem við getum lært af. Einnig kannski varðandi framhaldsskólann, þá höfum við núna verið að ræða það núna í 3 ár og átt samtal við ráðuneytið að verða svokallað tilraunasamfélag, sveitarfélag sem rekur skólann. Þannig að þetta fari frá ríkinu og við séum þá að sjá það að Akraneskaupstað geti rekið leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, og þar leiðandi þetta þá allt komið á hendur sveitarfélagsins. En sú vinna og það samtal ennþá í gangi og vona ég að formaður bæjarráðs vinni áfram að þessu með sínum ráðherra málaflokksins. Mari Edda, hún bent okkur á að með varðandi kynfræðsluna. Mér minni nú að því að ég nú seti nokkra svona fundi að þetta var rætt hér í fyrra líka töluvert, og ég vona að við höfum hlustað á það, en kannski hefur þetta ekki skilað sig í þann farveg sem að við viljum að þetta lendi, og ég held að við ættum bara efla skóla og frístundaráð að koma þessu almennlega á framfæri, að því öll erindin sem þið komið með hér í dag fara í fagráðin, eins og þetta mál, þetta fer til skóla og frístundaráðs og þaðan kemst samtala á það við grunnskólana. Og ég held að þetta sé náttúrulega bara eins sjálfsagt að læra fjármálalæsi, af því það er þróun í þessu eins og öllu öðru, og nefnir erindi með sjúka ást, og það er eitthvað sem að manni finnist alveg bara borðleggjandi og ætti ekki að þurfa kannski að, eins og maður segir, að betla eitthvað fjármagn fyrir slíku, en það er náttúrulega alltaf rosalega gott ef að svona ráð eins og ykkar geti komið að einhvers konar forgangsröðun forvarnir, til þess að þeir sem að stýra fjármagnunni geti þá forgangsröð raða þeim verkefnum, kannski eitt erindi fyrir áramót og eitt erindi eftir áramót, eða hvernig má raða því. Fjármálalæsið og fjármálarekstur, mér finnst þetta ætti náttúrulega bara að vera skylda innan skólans. Það geti verið eitt af bara megin verkefnunum, af því þetta er náttúrulega framtíðin, að vera að kunna og vita hvernig maður borgar skattana sína og í hvað peningarnir manns fara. Þannig að mér finnst þetta að vera borðleggjandi, og ef ekki sem skyldufag inn í skólunum, og þá klárlega valfag í unglingadeildinni. Ylva Örk Davíðsdóttir sagði þetta bara umbúðalaust, og ég get alveg orðið brjáluð yfir þessari veipvæðingu, svo ég tala nú líka bara íslensku, að það eru börn sem eru á fullu í íþróttum sem að bara þykir bara eðlilegt að veipa. Svo vona ég sé ekki eins og leiðilega mamman, sko. Ég meðist þetta bara alveg óþolandi. Börn sem að hafa ekki verið í neinum, ekki verið að bragða áfengi, ekki verið að reykja sígarettu, þetta þykir bara eðlilegt. Og ég tek bara undir þetta er ógeðslegt.
En ég held að þú hittir alveg naglan á höfuðið og þú ert búin að fara á fund til Reykjavíkur til þess að skoða í rauninni hvernig við getum mætt þessu með betri forvörnum og þessi jafningjafræðsla sem þú talar ég held að það sé bara algjörlega það sem að þarf, einhvers konar fyrirmyndir og ekki endilega þessi fræðslu ótti að þetta sé bara venjulegt fólk, alveg eins og við og þið sem eruð að fræða þá jafningjana og ég held að þetta sé bara algjörlega málið og ég held að þetta sé hverra krónu virði að setja fjármagn í einhvers konar átak þar sem að við tökum bara á þessu með bara föstum tökum og ég bara fagna þínu tillögu með það. Þá varandi erindi hennar Sóleyjar og varandi svefnin að þar held ég að jafningjafræðslan gæti líka komið af því að það ekkert leiðilegra fyrir börn og ungmenni að hlusta á foreldra sína segja þeim já nú kominn tími til þess að fara að sofa og þeim finnst við bara leiðileg og að fara að sofa, svo síminn og það talvan og það allt í gangi og þannig ég held að þetta sé akkurat tenging með erindin ykkar að fá fyrirmyndir og að því að ég veit að það hefur verið erindum svona í íþróttahreyfingunni en það eru ekkert allir þar þannig að við þurfum að ná til fleiri barna og ungmenna hvað það varðar og og já Elsa talaði með mitt áðan og við þurfum að hlusta okkur varðandi heilsueflandi samfélag, tek heilsuörindi það og þá varðandi erindi Helga Rafns sem var þá síðast erindi talandi tónlistarskóla ég held að sé algjörlega rétt að þar vannýtt húsnæði og ég held að við gætum nota þessa hugmyndi þína varðandi hljómsveitir að reyna að nýta það húsnæði þar líka fyrir þess háttar tómstundir og frábært að heyra að þið hafi fengið aðstöðu í gamla Landsbankahúsnæðinu en það líka alveg rétt eins og segir þar var líka jafnræði og það er kannski einhverjir sem veigra sig við að stofna hljómsveit af því að þeir hafa ekki aðstöðu og þar hittir naglan alveg á höfuðið það þarf að auglýsa þetta og gera þetta öllum aðgengilegt varðandi biðlistanir í tónlistarskólanum og þá þetta auðvitað forgangsröðun fjármuna og það væri frábært ef við ættum til nóg af þeim til þess að auka reksturinn hjá sveitarfélaginu en ég veit það að skólafrístundaráð hefur sett þetta sem forgangsverkefni þeirra í að auka við stöðugildi í tónlistarskólanum og vonandi náum við bara að uppfylla það á næsta ári þannig að við hefum eftir að klára fjárhagsáætlunina en jú, við erum öll manneskjur Helgi Rafn talaði um það áðan og ykkar raddir eru jafn mikilvægar og okkar og þið vitið að þið eru frábær en þið verið líka svo ég kasti boltanum aðeins til Helga þið verið líka verið duglega að koma og tala við okkur að því að við sem erum bæjarfulltrúar þó við sem að mæta á fundi þá alltaf hægt að senda okkur póst það alltaf hægt að taka upp síman hringi í okkur, alveg saman í hvaða flokki við erum að því við erum kosin fyrir sveitarfélagið og þið ekki að hika við að hafa samband við okkur takk fyrir Takk fyrir þetta Rakel það eru tveir bæjarfulltrúar á mælendaskrá til viðbótar og kannski bætast einhverju við og ég vil bara hvetja ykkur síðan bara til þess að punkta hjá ykkur og koma upp aftur ef það er eitthvað sem þið viljið bæta við eða svara einhverju sem kemur fram ég ætla aðeins áður en að ég hleypi næsta að misnota aðstöðu mína og fá að orða aðeins nokkra vangaveltur kannski fínt að nýta tækifæri líka því að þetta er í fyrsta sinn í held ég 5 ár sem að sonur minn er ekki á þessum bæjarstjórnarfundi þannig að þá get ég sagt aðeins sögur á honum að varandi þetta sem að Elsa María talaði vinnuskólan
og nefndi það að krakkarnir segðu að þetta væri svolítið langir dagar og tilbreytingarlausir í vinnuskólanum, í bara garðvinnu. Og til dæmis þegar að sonur minn fór í fyrsta sinn í vinnuskólan, þá hafði hann verið að vinna hjá afa sínum upp í sveit allt sumarið í mjög fjölbreyttum störfum og rosa gaman og fékk alveg ágætis laun fyrir. Nema svo klárast það og hann kemur hingað og hann nær einhverju 1-2 vikum í vinnuskólanum. Og jú, allt í lagi, hann gerði það, kláraði það og síðan þegar hann fékk útborgað, þá fékk mammans símtal í vinnuna: ég fer aldrei í þetta aftur. Engan veginn þess virði. En hann fór nú samt í vinnuskólan árið eftir. En það er líka þetta með þetta sem að hefur komið inn á í fyrsta sinn sem að maður lendir í alvöru skattheimtu. Fær launaseðilinn og er bara: hvað er þetta? Og þá lendir það ofta á okkur foreldrunum að útskýra það til hvers þessi skattheimta er og í hvað það fer allt saman. Það hefur verið talað svolítið um fjármálafræðslu. Fjármálafræðsla er svolítið komin inn í skólana bara í nýju námsefni í stærðfræði og er að mínum að þetta er bara rosalega fínt efni en mætti samt alveg gera betur varðandi bara svona hluti eins og kostnaðarvitund og svona menninguna í kringum meðferð á peningum. Mér langar aðeins að þú talaðir um Elsa María varðandi vinnuskólan og svona hugmyndir að verkefnum og bara menntun í vinnuskólanum, eins og réttilega bendir á. Ef þetta á að vera skóli, þá á okkur menntun að fara þarna fram. Þú nefndir eins og starfskynningar og það að fara inn í stofnanir og fyrirtæki og kynna sér starfsemina þar, læra smíðavinnu, málingavinnu og fleira. En mér langar bara svona að minnast á hluti eins og bara skapandi störf, eins og myndlist og tónlist og leiklist og það að til dæmis standa fyrir viðburðum í bænum eða eitthvað slíkt, hvort að eitthvað svoleiðis gæti ekki líka verið einmitt mikilvæg menntun fyrir nemendur í vinnuskóla. Björgvin Þór, ég var mjög hrifinn af því þegar þú sagðir að þú hefði tekið viðtöl við 14 nemendur og rætt við 14 nemendur um þessa atburði og þessa stöðu sem að var er í fjölbrautaskólanum. Og bara það er virkilega flottur undirbúningur hjá þér að hafa gert það. Og eins og kom fram hjá þér að þá virtust sumir hafa svona einhverja vitneskju, sumir hafa ranga vitneskju, en allir einhvern veginn takmarkaða vitneskju. Það ekki svona rétt skilið hjá mér. Þannig að við þurfum kannski bara svolítið að velta því fyrir okkur saman, hvernig getum við bætt úr þessu, hvernig getum við svona bara kannski lagt hlutina meira á borði fyrir nemendur, bara þetta er það sem er í gangi og tryggt það að nemendur hafi náttúrulega í fyrsta lagi ekki rangar upplýsingar og hafi svona allavega rétta og svona fullnægjandi vitneskju það hvað er að gerast og geti þá kannski mynda sér einhverja skoðun á því hvernig væri hægt að leysa úr málunum. Svo ég held að það sé það sem allir vilja gera, það er bara að leysa úr þessum málum. Varðandi ræðina þína, Margreta, að þá var ég mjög ánægð með það að þú bendir á til dæmis svona kynningu eða svona fræðslu sem er í boði eins og sjúk ást. Þannig að ég held að það sé það sem við þurfum kannski svolítið mikið að nú bara tala ég sem kennari líka, að við þurfum kannski að vera svolítið duglegir einmitt að sækja okkur þekkingu utan að og
koma með hana inn í skólana og bjóða hana þar. Vegna þess að sumir gamlir grunnskólakennarar kunna bara ljóðstafi og algebru, sko. Það er bara þannig. Og er ekkert klárir í í hvað sem er. Ég skal taka mig fjármálafræðsluna og ljóðstafinn og algebruna. En það er einmitt þetta. Það er svo margt í boði og við þurfum bara að vera svolítið opin fyrir því að opna skólana fyrir svona alls konar fræðandi og upplýsandi erindum. Síðan ætla ég að vera pínu leiðilegur í restina vegna þess að ég rakst á smá misræmi, sko. Sóley sem er fulltrúi iðkenda hjá Íþróttabandalaginu talar það að sem er bara mjög þörf og góð ábending að við þurfum að lengja svefntíma unglinga. Íþróttaæfingar ættu ekki að vera of seint á kvöldin og það að hafa íþróttaæfingar til 10 á kvöldin, það er full seint. En Helgi Rafn, þú vilt hafa ljósin kveikt á sparkvellinu til 10 á kvöldin. Það er svona, ég varð að koma með þetta. En þú þarft ekkert að svara þessu, Helgi. En næst á mælendaskrá er Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og næstur á eftir henni er síðan Einar Brandsson og orðið er laust áfram. Gjörðu svo, Sandra. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæði ungir og gamlir, gestir í sal og þeir sem á okkur hlýða. Þetta er annað skipti sem ég tek þátt í þessum fundi og ég þakka syni mínum fyrir brýninguna varðandi það að vera ekki bara að klappa kísum og ætla að reyna að taka það til mín. Takk fyrir það, Helgi Rafn. Ég held að það sé alveg ástæða til þess. Við vorum dálítið duglega að hrósa ykkur sem þið eða alveg vel skilið en þið eru líka hafið bara margt til málun að leggja og það er aðalatrið. Mér langar að tæpa á nokkrum atriðum sem komu fram í erindunum ykkar og fyrst kannski varðandi vinnuskólann sem að Elsa María Einarsdóttir minntist á. Það er eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Rakelar Óskarsdóttur samtal á milli skóla- og frístundasviðs og skipulags- og umhverfissviðs ákveðnar breytingar á vinnuskólanum í þeim anda að mörgu leyti sem að þú talaðir Þannig að ég vonast nú til þess að við sjáum ákveðnar breytingar á þessu. Mér langar kannski hins vegar líka til að benda aðeins á það þó að það hafi verið talað að það getur verið leiðilegt að vera í að reyta beð í 8 tíma og allt þetta. Að lífið er nú líka stundum þannig að það er ekki alltaf bara leikur og við þurfum líka að læra það. Það er ákveðin lærdómur að stundum þurfum við líka að gera hluti sem eru leiðilegir og þegar við erum orðin fullorðin og ég held að sjálfsögðu þarf líka að vera það þannig að þið fáið eitthvað lærdóm, þetta á að vera skóli varðandi eins og launaseðla og að kynnast kannski starfsemi mismunandi fyrirtækja, þetta sé ekki einhæft en hitt er líka lærdómur sem að ég held að sé líka alveg hollt að taka með sér út í lífið. Hekla Kristleifsdóttir, hún var með mjög áhugavert erindi umhverfisvitund og mér fannst líka sérstaklega áhugaverð þessi hugsun varðandi barnvænt sveitafélag, UNICEF og ég held að við í skóla- og frístundaráði ættum að í rauninni skoða ítarlega hvað í því felst að takast þetta á hendur og ég mun beita mig fyrir því að við munum skoða það
hvernig við getum tekið þátt í þessu verkefni. Björgvin Þór Þórarinsson fór hérna yfir mikilvæg mál varðandi Fjölbrautaskóla Vesturlands og þetta er auðvitað, eins og fram hefur komið, viðkvæmt mál, en að sjálfsögðu kemur þetta nemendum við. Þetta er þeirra starfsumhverfi og við svo sem létum til okkar taka, eins og kom fram, með ályktun þetta mál hér frá bæjarstjórn Akraness, seint fram komið, fannst Björgvini Þór og ég get svo sem alveg skilið það. En Björgvin Þór talaði líka í rauninni að það vantaði kannski vettvang fyrir ungt fólk til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Ég vil kannski meina að ungmennaráðið sem við höfum komið á laggirnar og höfum í rauninni vísað ákveðnum málum til, umsagnar til, sé í rauninni vettvangur fyrir unga fólki til að hluta til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri, og ég held að það sé vel, en við höfum hins vegar kannski hlaupið á okkur varðandi heilsueflandi samfélag þar sem við glemdum að hafa fulltrúa unga fólksins þar í starfshóp, og ég held að við munum bara kippa því í liðinn. Marita talaði mikilvæg mál í lífi allra, held ég geti sagt, kynfræðslu, kynlíf. Við þurfum auðvitað að forgangsraða fjármunum inn í skólunum í þágu þess að fólk fái viðunandi fræðslu, og það er rétt sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á. Þetta var líka til umræðu hér fyrir ári síðan, og einhvern veginn virðist vera bil á milli þeirra væntinga sem að unga fólkið hefur, þið hafið, og þess sem er í rauninni boðið upp á. Og ég held líka varðandi kannski bara svona þetta samfélag sem við búum í, þar sem að allt er á internetinu, og það er kannski mikilvægt að geta skilað á milli þess sem er eðlilegt og ekki eðlilegt, alveg eins og Marita kom inn á, að það er ekkert endilega þannig að fólk fæðist með þá þekkingu, og ef fólk í rauninni fyrstu kynni fólks af kynlífi er að horfa á klám á internetinu, að þá er það ekki vænlegt til árangurs. Ég held að það sé bara hægt að segja það, ef að það er ekki annarri fræðslu til að dreifa. Þannig að ég tek bara undir það og vona og svo sem held við getum sagt það líka að þetta sé eitthvað sem við ættum að taka til umræðu inn í skólafrístundaráði og svona velta fyrir okkur hvort við getum þar gert einhverja bragarbóta á. Ylva Örk talaði eiturlyfjaneyslu og ungmenna og svona í rauninni að við séum farin að samþykkja það sem samfélag að fólk sé að taka alls konar gufur ofan í lungun án þess að við vitum kannski nákvæmlega hvaða áhrif það hefur á heilsuna, og það er svo sem búið að fara yfir það. Við náðum gríðarlegum árangri að kveða niður í rauninni reykingar hjá ungu fólki, og í rauninni ótrúlegur árangur sem náðist í því hér á Íslandi í gegnum tíðina með það, en þarna einhvern veginn erum við að missa frá okkur svolítið missa hlutina í far sem við viljum ekki sjá þá, og ég held að við þurfum sem samfélag að horfa svolítið til þess hvernig við náðum að ráðast á reykingarnar og í rauninni herja með sambærilegum hætti inn varðandi veip og annað slíkt, vegna þess að ég held að við séum öll sammála um það að við viljum ekki sjá það sem er samþykkt að hér séu allir veipandi. Þá talaði Ylva Örk líka fjármagn til ungmennaráðs til jafningjafræðslu, og að ungmennaráð fái einhver fjárráð til að fara yfir verkefni, og ég held að ég skori bara á bæjarráð að skoða það aðeins að ungmennaráð
fái peninga til ákveðina verkefna, því að auðvitað þarf ungt fólk líka að læra að forgangsraða fjármunum og sjá þá að þau geta haft áhrif til breytinga í samfélaginu okkar. Sóley Brynjarsdóttir talaði heilsueflandi samfélag og það var rétt til getið hjá henni. Við þurfum að gera bragarbót á varðandi starfshópinn. Ég held að það sé bara mjög góð ábending. Hún talaði líka mikið svefntíma unglinga og ég held að það sé alveg rétt að þar og bara rannsóknir sýna það og kannanir að unglingar ekki að sofa nægilega mikið, en af því að þið viljið líka láta hlusta á ykkur og taka ykkur alvarlega, þá segi ég líka að auðvitað berið þið líka ákveðna ábyrgð á því að fara snemma að sofa og hugsa ykkar heilsu, og ungt fólk þarf að gera það. Þannig að sjálfsögðu ætti íþróttahreyfingin að hugsa það með hvað hætti við skipuleggjum íþróttaæfingar, þannig að það sé ekki seint, og ég þekki það á mínu heimili. En þú veist að menn að koma seint heim af fótboltaæfingum og eiga þá eftir að fara í sturtu og allt þetta, og náttúrulega búnir að ná blóðrásinu upp í fullan kraft og erfitt kannski að ná sér niður til að fara að sofa. En auðvitað það líka þannig að það fylgir því líka ábyrgð að fullorðnast, og maður verður að taka ábyrgð á eigin heilsu. Helgi Rafn talaði tónlistarskólann og meðal annars og aðgengi fatlaðra, og það hefur í rauninni verið tekið fyrir inn í skólafrístundaráði að sviðið sé ekki í rauninni með þeim hætti sem að bestur er á kosið með tillit til aðgengis fatlaðra, og það svo sem á líka við aðra þætti sem snúa að notkun sviðsins, og þetta mál er í ákveðinni skoðun inn í skipulags- og umhverfisráði, ef mann rétt. Þannig að við vitum af þessu og erum að skoða þetta, en auðvitað aftur snýr þetta líka að fjármagninu sem við höfum til að dreifa, og það var rétt sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fór yfir varðandi stöðugildin í tónlistarskólanum, að þar hefur skóla- og frístundaráð í rauninni forgangsraðað hlutunum þannig að setja í forgang að það komi fjármagn inn í tónlistarskólan til að bæta við stöðugildum, af því að við erum með mikinn biðlista og það er mikilvægt. Þú veist, stöðugildi í tónlistarskólanum hafa ekki vaxið í takt við í rauninni fjölgun íbúa á Akranesi og svo framvegis, og við viljum efla tónlistarkennslu, og það hentar ekki öllum að vera í íþróttum, og það er mikilvægt að ungt fólk hafi val mismunandi íþróttir. Takk fyrir. Takk fyrir, Sandra. Næstur á mælendaskrá er Einar Brandsson, bæjarfulltrúi, og síðan eru þeir komnir hérna á skrá hjá mér Sævar Freyr, bæjarstjóri, og Björgvin Þór. Gjörðu svo vel, Einar. Takk. Já, bæjarfulltrúar unga fólksins og aðrir bæjarfulltrúar og gestir sem á hlýða og horfa. Ég ætla að byrja á því að þakka fyrir það tækifæri að fá að eiga orðastað og hlusta á okkar unga fólk. Ég hef búinn að vera nokkuð mörg ár og setja nokkuð marga fundi með unga fólkinu og það er alltaf gaman að hlusta hvað þeim liggur á hjarta, og ég dáist alltaf að þeim að geta komið hérna fram á þessum aldri og staðið hér í ræðupúlti og farið með erindi sín fyrir okkur hin. Það hefur tekið mig rúm 40 ár að ná þeirri færni að komast hérna upp í púltu og tala svona
já, ég yfirleitt þarf að skrifa allt sem ég segi en er komin á þann stað að ég get svona tekið punkta og tala aðeins í kringum það, en það er mjög gaman þegar fólk getur komið svona fram. Ég náttúrulega punktaði niður alveg helling sem að ég ætlaði að koma hérna inn á, en það eru aðrir bæjarfulltrúar búnir að fara vel yfir það sem að þið höfðu fram að færa, og ég svona merkti við það sem ég fann svona mikilvægast og ætla að tala um það, en það var nánast í allt sem ég merkti við, þannig að ég ætla að reyna að hafa þetta ekki langt og ég vona að ég móðgi engan þó að ég kannski gleymi einhverjum málefnum eða sleppi sem að þau fóru yfir, en það er búið að fara mjög vel, finnst mér, yfir þetta af hálfu annarra bæjarfulltrúa. En það sem að mig langar svona fyrst, það er vinnuskólinn. Ég deili alveg þeirri skoðun sem að kom hér fram um það að hann mætti alveg vera betri og svona byggja unglingarna okkar betur upp í kannski ákveðnum vinnubrögðum, og hugmyndin um að koma þeim sem í skólanum kannski út í fyrirtækin og fá þar kynningu á því sem þar fer fram og jafnvel kynnast ákveðnum greinum, iðngreinum eða hverju sem en því miður að þá held ég að það sé annmörkum háð, því að við höfum ákveðið lög og reglur í landinu sem að töldu það gott hér fyrir nokkrum árum að banna krökkum að vinna, þannig að krakkar helst yngri en 16 ára eigi ekki að gera neitt. En mér finnst það voða skrítið, því ég er náttúrulega alinn upp við það bara frá unga aldrei að vinna og það er allavega skaðað mikið neitt, en það er bara þannig að þegar koma yngri en held í 16 ára inn í fyrirtækin, þá er þetta svolítið mál hvað varðar tryggingar og annað ef eitthvað kemur fyrir, þannig að við þurfum einhvern veginn þá bara að laga það. Ég er sammála því að við þurfum að náttúrulega fá vottun á það að við séum barnvænt samfélag, því ég vil náttúrulega meina að við séum það, en það er náttúrulega fínt og gott ef við getum fengið vottun um það, og við getum, þó að við séum alltaf góð í ákveðnum hlutum, þá getum við líka gert betur. Þannig að fara kannski í gegnum það ferli er kannski okkur hollt og við þá bætum okkur á einhverju sviði og svona samfélag eins og Hekla sá fyrir sér er mjög aðlaðandi fyrir okkur. Vandamálið okkar sem er svona svolítið stórt og kannski mikið sprengjusvæði að vera að ræða, Fjölbrautaskólinn. Mér finnst í rauninni það okkur fullorðna fólkinu til skammar að það skuli vera komið á það stig að það ástand sem í skólunum bitni á nemendum, því það er í rauninni nemendur sem eiga að hafa gaman að því að mæta í skólan og þeim á að líða vel í skólanum. Þannig að ég vona að menn finni einhverja lausn á þessu, en ég held að það sé oft þannig þegar deilur það er kannski ekki bara einum að kenna, og við þekkjum þetta kannski í fótboltanum eða íþróttum að í staðinn fyrir að reka allt liðið að þá er þjálfarinn látinn fara, þó að það séu kannski einstaklingar í liðinu sem að ekki akta eða eru hæfir í það. Það var komið hér inn á samskipti einstaklinga og við eigum náttúrulega að
að sjá til þess að ungmennin okkar læri eðlileg samskipti og leggja mikla áherslu á það, og það er kannski ekki eingöngu hvað varðar kynlíf og þau samskipti, heldur bara öll mannleg samskipti, bæði við jafningja sína og yngri, þá sem minna mega sín, og þá eldra fólk líka. Þannig að það er bara, við þurfum að bera virðingu fyrir öllum. Ég hef líka, eins og hefur komið hérna fram, virkilegar áhyggjur af fíkniefnanotkun, og mér hefur oft fundist að svona svolítið skrítið þegar við höfum verið að reyna að hafa einhverja forvarnir uppi. Við tökum einstaklinga, jafnvel þjóðþekkta einstaklinga, sem að hafa það ágætt í dag og eru að gera góða hluti kannski í dag, en alltaf einhvern veginn í orðum þeirra kemur fram að það var nú stuð þegar þetta gekk yfir, sko. Þannig að það er kannski ekki til eftirbreytni að vera að tala á þeim nótum, en ég er alveg sammála að við þurfum að flagga þeim einstaklingum sem hafa komist í gegnum þetta og hafa tekið kannski meðvitað ákvörðun það að vera ekki í fíkniefnum, og áfengi er náttúrulega ákveðið fíkniefni líka, þannig að það gildir yfir öll fíkniefni. Þessi starfshópur heilsueflandi samfélag, hann hefur orðið tilefni til skrifa af mér tengdum aðilum, þannig að ég deili alveg því að hópurinn hefði kannski mátt vera ekki betur, þetta er flott fólk allt í hópnum, öðruvísi skipaðu kannski. Þannig að ef við skipum fulltrúa fyrir unga fólki, þá legg ég til að það verði karlkyns fulltrúi, til þess að jafna kynjahallan í þeim hóp. Ég veit til þess að það er verið að skoða máli með sviðið í tónlistarskólunum. Ég held að sé allir sammála það að það þarf að gera aðgerð á því að smíða nýtt hvernig sem það verður, þannig að allir komist þar upp og geti þá komið fram. Ég ætla ekki að fara kannski dýpra í það sem að hér hefur komið fram. Það hefur verið farið yfir þetta, og sennilega einhverjir sem koma á eftir mér sem að fara kannski betur yfir þetta. En að því ég hef nú verið nokkra fundina hérna, þá höfum við alltaf verið að ræða í rauninni hvað við getum gert betur fyrir unglingana, og þetta liggur það þungt á ykkur, ungmennunum, hvað það er sem við getum gert betur. En ég saknaði stundum, það kannski komið aðeins inn á þetta hérna, en ég saknaði svo ofta á þessum fundum að það komi fram í rauninni hvað þið viljið sem framtíðar einstaklingar, fullorðnir einstaklingar í þessu bæjarfélagi vonandi, hvað við getum gert í dag og næstu árin til þess að þið veljið það að búa hér á Akranesi. Þið þurfum ekkert að svara því hvað ykkur dettur í hug, frekar en viljið, en það væri líka gott fyrir okkur að vita það hvað það er sem þið sjáið fyrir ykkur að geti verið betra og verið þá kostur þegar þið
ákveði hvar þið ætlið að búa þegar þið verðið fullorðin. Þó ég voni náttúrulega að þið búi hér alltaf því það er svo stutt í alla skóla og allt og fullt af fólki sem býr hérna og sækir skóla. En einhverjum tímapunkti fara einhverjir út úr bæjarfélaginu og jafnvel erlendis. En vonandi komið þið hingað svo að því loknu og veljið ykkur bústað hér. Ég að vísu langar aðeins, það var þarna einn þáttur sem að ég hef líka saknað að ungmenni sé ekki frædd Ég á fullorðna, ekki krakka, ég á börn sem eru að verða fertug og ég á líka börn sem eru undir tvítugt eða barn. Þannig að ekkert þeirra er í rauninni undirbúið fyrir það að sjá fjármál, gera skattaskýrslur eða spá í það hvernig þau kaupa búð eða taka lán. Þetta finnst mér alveg bráðvanta í uppfræðslu fyrir ungmenni. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég ætla bara að hvetja ykkur að verið bara unglingar, njótið tímans sem þið hafið sem unglingar og undirbúið ykkur vel fyrir það líf sem bíður ykkar þegar þið verðið fullorðnir einstaklingar, þá með öllu sem því fylgir. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Einar Brandsson. Næstur á mælendaskrá er bæjarstjórinn okkar, Sævar Freyr Þráinsson. Gjörðu svo vel, Sævar. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar unga fólksins, í bæjarstjórn unga fólksins. Mér langaði eiginlega að byrja á því að ræða aðeins hvers konar eiginleika við þurfum eiginlega að hafa til framtíðar. Og ég held að eitt það mikilvægasta sem að við getum haft er að geta sett sig í spor annarra, það er að segja skilja sjónarmið annarra. Og hér erum við komin einmitt til þess að ræða það hvaða sjónarmið þið hafið unga fólkið og hvernig við getum tekið það inn til þess að taka réttari og betri ákvarðanir til framtíðar. Ég fór í morgun, byrjaði klukkan 8:30 á námskeiði styrkleikamiðaða stjórnun. Þar fékk ég upplýsingar eftir að hafa tekið próf sjálfa mig sem var á þeim nótum að ég fekk að vita hverjir voru mínir helstu styrkleikar. Og til þess að þið skiljið mig betur, þá langar mig að deila því með ykkur. Ég fekk að vita það að ég væri númer 1, minn helsti styrkleiki væri að ég væri futuristic. Að ég væri að horfa fram í tímann, hugsa mörg ár fram í tímann og velta fyrir mér hvernig framtíðin geti orðið. Og svo var ég númer 2, ég var svokallaður maximizer. Það er að segja, ég væri mikið að hugsa framúrskarandi árangur og það væri það sem ég væri drifinn áfram af. Og númer 3, að ég væri svokallaður arranger. Það er að segja að ég vildi takast á við marga bolta í einu. Og númer 4, væri self-assurance, það er að segja að ég hefði trú á styrkleikum mínum. Og númer 5, fókus, sem að ég vildi hafa skýr markmið og ég hefði þrautseigju til þess að ná þessu markmið. En af hverju er ég að deila þessu með ykkur? Jú, til þess að þið skiljið mig betur, út frá því sem ég er að fara að segja hérna rétt á eftir, og deila því með ykkur, en ég er líka að benda ykkur á að við höfum öll styrkleika
og stjórnendur kaupstaðarins fengu í dag fullt af mikilvægum upplýsingum sjálfan sig og skilja hvað þau hafa fram að færa til þess að gera kaupstaðinn að betri vinnustað og gera bæinn að betri bæ. Og það sem ég fékk að heyra í dag frá ykkur bendir eða sannar bara þetta mál að við höfum öll og hver einasti einstaklingur hefur gríðarlega mikið fram að færa og við þurfum að trúa því. Og við þurfum að trúa því að við höfum eitthvað einstakt fram að færa þegar við þurfum að fara út á vinnumarkaðinn í framtíðinni. Mér fannst erindin ykkar virkilega góð, en áður en ég kem að svona helstu styrkleikum með því, þá langar mig að ræða einmitt út frá svona minni heimsmynd eða mínum styrkleikum, hvað ég hefði viljað heyra og sumt komið inn á. Og mér langar að ræða við ykkur menntun, mér langar að ræða við ykkur atvinnumál og mér langar að ræða við ykkur samfélagið sem við viljum búa til. Fjölskylduvænt samfélag, barnvænt samfélag og svo framvegis. Ef við byrja á menntuninni, og nú er ég að hugsa framtíðina, hvernig viljum við að menntun verði á næstu missurum og árum? Hvaða menntun, hvernig er menntunin í dag? Hvernig á hún að vera til þess að við séum undirbúin fyrir framtíðina? Öllum er mjög tíðrætt buzzorðið 4. iðnbyltinguna. Gervigreind, vélmennavæðing og alls konar nýjar hugmyndir og lausnir sem eru að koma inn. Þrívíddarprentun og líftækni sem er að umbylta heiminn. Og sumir segja og setja þetta fram í svona á einhvern hátt þannig að það vekur ótta. Og það er það sem að mig langar að reyna að segja við ykkur. Ekki láta tal 4. iðnbyltinguna hræða ykkur. Ekki láta tal að 40% starfa muni hverfa á næstu 15-20 árum. En það er bara staðreynd. Það er að fara að gerast. En þannig hefur það líka verið að gerast síðustu árin. Hafi bara trú á því að þeim hæfileikum og styrkleikum sem að þið hafi fram að færa, en við þurfum að velta fyrir okkur hvernig eigum við að breyta menntun í dag og á næstu árum til þess að vera undirbúin fyrir þessa framtíð. Það langar mig að deila með ykkur. Og við þurfum vissulega að vera undirbúin út frá tæknilegri hæfni, eins og til dæmis því við eigum að spyrja spurninga eins og eigum við að kenna dönsku áfram til framtíðar? Eigum við kannski frekar að taka upp annað tungumál og kenna öllum forritun? Ekki til þess að allir verði forritarar í framtíðinni, heldur vegna þess að forritun er tungumáli sem allir þurfa að skilja. Ef þið skiljið ekki forritun, þá eigið þið jafnvel ekki möguleika á því að geta skilið hvernig þið ætlið að vinna með gervigreind og annað í öllum störfum sem að verða í boði í framtíðinni. Á meðan að tæknin er að fara að færa okkur það að þið getið talað við allar manneskjur í heiminum á ykkar móðurtungumáli án þess að þurfa að kunna nokkuð tungumál. Og við þurfum að kenna mannlega hæfni en ekki endilega allar hefðbundnar námsgreinar, heldur hvernig samspil námsgreinanna verður til. Og þess vegna var margt gott sem að kom hérna fram hjá okkur, eins og til dæmis fókusin á fjármálalæsi. Fjármálalæsi og hvernig á að kenna fjármálaþekkingu er grundvöllur í því hvernig þú nýtir ólíkar námsgreinar til þess að ná árangri. Við erum að kenna leiðtogahæfni, samstarfshæfni til að nefna eitthvað. Við erum einfaldlega að kenna það hvernig fólk vinnur saman í einni liðsheild. Og
Og mig langar aðeins að koma inn á það að við erum að stíga ákveðin skref í skólum bæjarins til þess að undirbúa okkur fyrir þetta. Við viljum vera tilraunasveitarfélag í rekstri framhaldsskólans, þannig að það verði samfella í starfinu hjá okkur. Og Björgvin Þór, þú kallar á að við svona höfum meiri áhrif þarna inn í fjölbrautaskólanum og ég er bara algjörlega sammála þér. Við höfum farið inn í fjölbrautaskólan og reynt að lýsa þessari framtíðarsýn. Ég mætti viðtöl hér fyrir hönd bæjarstjórnar allrar sem er á þeirri skoðun að við eigum að ná samfellu í allri þessari menntun svo við getum verið betur tilbúin fyrir menntunina til framtíðar. Og mér langar aðeins að minnast undir þessu líka á það að ég hef ótrúlega mikla trú á hæfileikum ungs fólks. Nýverið þá tók Samfés þátt í því og hefur verið treyst fyrir því að fara með heimsmarkmið 4.7. Það sem voru 540 þátttakendur hér á Íslandi frá öllum Norðurlöndum að vinna að því hvernig á að vinna að heimsmarkmiðunum á heimsmarkmiði 4.7 sem að fjallar sjálfbærni og umhverfismál og sömuleiðis að fjalla menntun og mannréttindi. Þetta í raun ótrúlegt tækifæri sem verið að fela ungu fólki af því að þið fenguð algjörn yfirráð yfir því hvernig á að vinna að þessu markmiði til framtíðar. Og þetta dæmi akkurat hvernig verið að færa ungu fólki þann möguleika að geta tekist á við umhverfisvanda heimsins. Og ég held að hvernig við munum undirbúa menntunina á næstu árum verður lykillinn í því að tryggja það að þið sem eru framtíðin fái raunverulega að móta þessa heimsmynd þar sem við þurfum ekki að hafa áhyggjur af umhverfis vandamálum til framtíðar. En með þessu ætla ég ekki að segja að við ætlum ekki að gera neitt í umhverfisvanda, við ætlum bara að bíða eftir að þið leysið þetta. Við erum að vinna að mörgum skemmtilegum og áhugaverðum hugmyndum sem ég langar að deila með ykkur og þá ætla ég að færa mig yfir í atvinnumálin. Grundartangi eitt helsta atvinnusvæðið hér í nágrenni við Akranes. Þar eru fyrirtæki eins og Norðurál og Elkem. Norðurál framleiðir ál sem er án efa umhverfisvænasti málmurinn sem hægt að bjóða upp á. Það hægt að nýta hann aftur og aftur og aftur í alls konar tilgangi. Kísillinn sem framleiddur hjá Elkem, hann sömuleiðis nýttur í þessari umhverfisbyltingu sem til dæmis að tryggja það að mótorar í bíla geta orðið sem þetta rafmagnsmótorar. Þannig að þarna eru fyrirtæki sem eru gríðarlega mikilvæg fyrir framtíðarlausn heimsins í umhverfismálum. En staðan akkúrat sú að 12% af kolefnisspori þjóðarinnar koma frá Grundartanga. Sem sagt, Elkem sem dæmi að spúa frá sér í dag 450.000 tonnum af koltvísýring. 12% hvorki meira en minna og við erum með plan hvernig við ætlum að leysa þetta. Við erum með plan það að breyta þessum koltvísýring með lausn frá fyrirtæki sem heitir Orkuveita Reykjavíkur í grjót eða í metan. Þessi lausn heitir Carbfix og hún mun hafa í för með sér það að umhverfisspor okkar á 8 til 12 árum fari úr því að vera 12% niður í að vera vonandi bara ekkert, að kolefnissporið verði 0. Og þetta magnað plan.
og sömuleiðis er öll orkan sem fer inn á svæðið, sem er umhverfisvæn orka til þess að framleiða vörur þessa svæðis, það er töluvert af henni sem er vannýtt í dag. Hana getum við notað til þess að búa til hitaveitu, hana getum við notað til þess hana getum við notað til þess að fara í alls konar atvinnu uppbyggingu aðra sem er á svæðinu sem getur sömuleiðis verið umhverfisvæn. Og þetta er í raun alveg magnaðir möguleikar sem við setjum hér á Akranesi, og ef við höfum vit á því þá þurfum við hjálp allra og líka unga fólksins til þess að vekja ráðamenn þjóðarinnar fyrir möguleikunum sem eru þarna á svæðinu. Og þetta er það sem við erum að berjast fyrir og viljum ná árangri með. Hekla Kristleifsdóttir, þú komst inn á mikilvægi fræðslu í umhverfismálum og ég ákvað bara að taka þig á orðinu með það að koma með þetta innlegg meðal annars út frá því að fræða ykkur möguleikana sem við erum að vinna að í dag. Í atvinnumálum erum við líka að hugsa mjög skemmtileg verkefni. Bláfánaströndin sem var minnst á, þar erum við búin að koma upp Guðlaugu sem er búin að vekja verulega athygli innlendra og erlendra ferðamanna sem eru farin að horfa á Akranesi í dag. Akkurat í dag er í gangi ráðstefna í Manchesterborg, þar sem er verið að fara yfir svona mest spennandi verkefni sem að fyrirfinnast í Skandinavíu, og Guðlaug er þar kennsludæmi það hvernig er hægt að búa til skemmtilega fyrirmynd fyrir íbúa eins og það sem við erum að gera hér á Akranesi. Þetta er eitthvað sem við getum verið gríðarlega stolt af, en við erum ekki bara við erum ekki búin þar. Þetta er bara fyrsta skrefið. Við erum vissulega að vinna að því að verða heilsueflandi samfélag, og takk fyrir þessa augljósu ábendingu að við eigum að sjálfsögðu að taka inn ungt fólk í að hugsa hvernig við eigum að vera í heilsueflandi samfélagi. En við viljum líka ná árangri í því að skapa atvinnu í heilsu tengdri ferðaþjónustu, og Guðlaug er bara fyrsta skrefið í því. Með Bláfánaströndinni hér á Akranesi sitjum við á mögnuðum möguleikum og tækifærum til þess að skapa hér atvinnu til framtíðar og nýta okkur náttúruna og umhverfið sem hér er í kring. Þannig að þetta er einstaklega áhugavert verkefni. Og svo að þriðja lagi þá langar mig að fara yfir það hvernig framtíðarsýn viljum við búa til. Viljum við verða, og ég ætla bara að lýsa því, ég vil trúi því að við viljum vera fjölskylduvænt samfélag, ég trúi því að við viljum vera barnvænt samfélag. Ef við horfum til framtíðar, bara þó það sé ekki nema til 2040, þá munu þeir sem fæðast árið 2040 að meðaltali ná því að verða 100 ára gamlir. Það er að segja allir sem fæðast það ár, að meðaltal þeirra munu ná að vera 100 ára gamlir. Og við þurfum að hugsa strax í dag hvernig við ætlum að verða líka gott samfélag fyrir þá sem að ná að eldast, og hvernig við tryggjum það að heilsa þessara einstaklinga verði góð. Í dag, hver er staðan akkurat í dag? Við erum hamingjusamasta bæjarfélag landsins ásamt Grindavík, samkvæmt mælingum hjá landlæknisembættinu. Það er nú bara svolítið magnað. Við erum að gera eitthvað einstaklega gott og rétt hérna á Akranesi. Og þá þurfum við að hugsa hvað er það sem við erum að gera rétt? Jú, ég held að skólanir séu partur af því og allt það sem að þið fóruð yfir. Ég held að það hvernig við erum í nærsamfélaginu að hugsa hvort annað. Við erum ekki stór bær og ég held okkur sé annt hvort annað, og það er það sem að
við þurfum að vernda þessi einkenni. Já, við þurfum svona til framtíðar að hugsa það hvernig við verðum sjálfbært samfélag, þannig að við séum að passa upp á að atvinnan, menntunin og allir þessi þættir koma saman. En mér langar bara að spyrja ykkur, unga fólkið, hvað skiptir ykkur máli, eins og Einar kom með þá spurningu, hvað skiptir ykkur máli svo þið viljið búa áfram hér á Akranesi? Hvað skiptir ykkur máli, hvað var það menntun framtíðar, hvað teljið þið að sé aðal málið? Og hvernig atvinnu myndi þið vilja sjá hér á Akranesi til framtíðar? Ég spyr ykkur bara þessum spurningum. Og svona áður en að ég fer í að draga saman svona helstu punkta frá ykkur, þá verði ég að minnast á það sem að var einn af mínum styrkleikum sem ég komst að í dag, að vera að hafa trú á styrkleikum, mínum eigin styrkleikum. Það er besta ráðið sem ég get gefið ykkur. Hafið trú á styrkleikum ykkar og hafið líka trú á styrkleikum annarra. Þannig getið þið lært að skilja sjónarmið mismunandi fólks í kringum ykkur. Og þegar að við erum að tala til ykkar, þá erum við ekki að gera lítið úr ykkur. Ég er einfaldlega að segja við ykkur, ég bara vil draga fram styrkleikana í því sem þið að segja. Ég vil leggja áherslu á styrkleikana en ekki veikleikana. Þannig að ég ætla bara að fókusera á það. Og það sem að mér finnst hafa verið ef ég tek til dæmis Elsu Maríu Einarsdóttur. Hún talaði langa og tilbreytingasnuða daga í vinnuskólanum. Mér fannst til dæmis frábær hugmynd að reyna að virkja fyrirtækin til þess að taka þátt í því að gera vinnuskólan meira spennandi og áhugaverða. Og þar kom ýmislegt fleira, peningamálin, læra, fleira tengt því, læra að smíða og svo framvegis. Starfskynningar hjá fyrirtækjunum og Hekla Kristleifsdóttir, mér varst hugmyndin strætóappið frábær. Og gera strætóinn rafknúinn og fókusinn á barnasáttmálan, mér varst það frábært og passar algjörlega við þessa sín sem ég sjálfur er með og hvernig eigum að vinna með það áfram. Við eigum að gera það bæði við sem erum eldri og líka tryggja það eins og samfélags er að gera að ungt fólk fái svolítið að ráða þau sjálft hvernig við vinnum með þetta. Björgvin Þór, varðandi Fjölbrautaskólann, þá er það bara þannig að allir vinnustaðir glíma við á einhverjum tímapunkti við vandamál. Þau eru misstór, þessi vinnustaðir glímir við sínar áskoranir. Það er að segja Akraneskaupstaður, við erum samsett af mjög mörgum vinnustöðum. Við erum samt svo heppin að vinnustaðagreiningar að sýna að við erum einn af betri vinnustöðum landsins. En við erum samt með áskoranir sem við erum að glíma við. Fólk er bara fólk og tekst á við vandamál. En það sem ég held að sé gangi í Fjölbrautaskólanum á Vesturlands og Akranesi, að það er örugglega bara svipað og gerist þegar að stærri vandamál komu upp á vinnustöðum, að það er skortur á að reyna að setja sig inn í sjónarmið hvors annars, skortur á að skilja hvað hinn aðilinn hefur fram að færa. Þannig að ég hvet ykkur til þess að þegar þið farið inn í lífið að hlusta, nýta styrkleika, og ég held að þarna sé bara ekki verið að taka á vandamál sem hafa komið upp og það hafa fengið að grassera allt og lengi. Og mér finnst ekkert viðkvæmt að tala um það sem að þarna er. Það er augljóst að þarna hefur farið traust milli stjórnenda og skólameistarans. Það er bara upp á borðum og það hefur ekki verið tekið á vandamálunum
hvar sem sú sök liggur og það verður bara að gera það og þess vegna fór bæjarstjórnin inn í það að skora á að þetta yrði tekið á þessu strax. Vegna hvers? Vegna þess að menntunin það sem skiptir öllu máli. Það nemendunir eru þeir sem skipta máli. Við erum að skipta okkur af þessu með þessari ályktun á eins afgerandi hátt og mögulegt vegna þess að það eru nemendunir sem skipta máli. Ég lít ekki svo á að upplýsingum hafi verið haldið frá nemendum. Ég heldur bara að fólk á pínu erfitt með að ræða svona viðkvæm mál og þá upplýsingunum alveg mikið haldið frá öðrum í samfélaginu eins og ungu fólki. Og ég tek undir það að veljiðan kennarana í Fjölbraut kemur okkur líka við, ekki bara nemendum. Marey Edda Helgadóttir, ég fannst alveg, það auðvitað, ég veit það ekki, þegar ég var á þínum aldri að tala kynfræðslu, ég hef aldrei lagt í að tala þetta eins og þú gerðir þá, sem sýnir nú bara hvað ungt fólk komið langt í dag. Og mér fannst svona hvernig þú settir þetta fram, að kynfræðsla, að fræða líka hana á jákvæðan og uppbyggilegan hátt en ekki í þeim svona, ef ég má leggja þar orðið mun svona hræðslu tóni sem að mögulega einkennir kynfræðslu. Það fannst mér frábært. Og að við eigum aldrei að líða misnotkun, ofbeldi, einelti og kynferðislega áreitni og nýta okkur allar þær fyrirmyndir sem við höfum eins og herferðin sjúkást færir okkur. Og Ylva Örn Davíðsdóttir, hvernig þú varst að leggja áherslu á hvaða forvarnir virka, ungmennin, þau ná best til jafnaldra, ég trúi því líka. Ég held að okkur hættir það til foreldrum og fullorðnu fólki að detti það af því að við erum svo óttaslegin fyrir hönd ung fólks þegar það að vegna fíkniefnavanda. Við dettum svolítið í því að tala eða reynum að hræða úr ykkur líftóruna því við erum svo hrædd ykkur. Það bara kannski bara kolvitlaus aðferð. Þetta var bara mjög þörf ábending það. Þannig að við eigum að tala jákvæðar fyrirmyndir og það passar algjörlega við það sem ég var að segja áðan. Við eigum að leggja áherslu á styrkleika. Og Sóley Brynjarsdóttir, það var svo mikið upptalningu hjá þér í upphafi varðandi hugmyndir að því hvernig við getum verið að verða betri með heilsueflandi samfélag. Ég myndi vilja bara fá ræðuna þína þannig ég næði þeim öllum niður sem kom þar fram. Að betri sálfræðaþjónusta var eitt af því sem ég náði niður, göngustíganir, þetta voru allt góðar hugmyndir, það sem ég heyrði. Ég bara náði ekki að skrifa það allt niður. Og það að fræða unglinga og foreldra mikilvægi svefntíma, ég held að það sé búið að vera að reyna að benda á þetta alveg frá því að ég var unglingur. En af hverju við náum ekki í gegn með þetta? Líklega bara eina sem hægt að gera, það bara að halda áfram að reyna að minna á hversu mikilvægt þetta að svefntími bara stór partur í þroska unglinga, barna og unglinga. Og Helgi Rafn, ég verð nú að minnast á það það þurfti að hafa mjög mikið fyrir því að redda þessari aðstöðu í kjallaranum í Landsbankahúsinu. Ég held ég að verið búin að hringja í einhverja 5 aðila, senda óteljandi tölvupósta og loksins náðu við í gegn. Reyndar voru 2 húsnæði sem að buðust og
þeir voru í hljómsveitarreyndar og svo kröfuharðir að þeir höfnuðu hérna fyrsta valkostinum. Og svo tek ég bara undir það að auðvitað ég var að reyna að finna leið til þess að takast, að gera öllum það mögulegt að takast á við eða fá tækifæri til þess að fara í tónlistarnám. En ég get ekki, af því að þú kallaðir eftir því, annað en sagt við þig, það kostar líka rosalega mikla peninga. Tónlistarskólinn er bara eitt dýrasta úrræði sem að við erum að greiða með sem bæjarfélag. Þannig að hvernig við gerum þetta er mjög vandasamt bara út frá fjárhag kaupstaðarins. En við erum að vinna með ákveðnar hugmyndir sem að við viljum til dæmis bara byrja á því að tryggja það að við séum að sinna þeim sem að búa í þessu samfélagi, þannig að þeir gangi fyrir. Og svo er ég bara mjög ánægður með áherslunum að fá að spila fótbolta eftir kvöldmat. Ég man eftir því að ég vildi spila fótbolta endalaust þegar ég var á þessum aldri. Þannig að kannski getum við bara mæst þar ef við getum samið að þið farið nógu snemma í háttina, því að forseti bæjarstjórnar var að benda það. En ég ætla að láta þessu lokið og vil enda þetta aftur á ítrekkunni sem ég byrjaði að koma hérna inn á þann. Hafið bara trú á ykkur, hafið trú á styrkleikunum okkar. Þó að við séum að hrósa ykkur, þá erum við ekki að gera lítið úr ykkur. Við erum einmitt að reyna að byggja ykkur upp af því að þið hafið öll frábæra hæfileika. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta, Saga Freyr. Núna hafa þær fréttir borist í hús að pítsurnar eru komnar. Þannig að við þurfum að fara að drífa í að klára hana fund. Það er einn á mælendalista núna, það er Björgvin Þór, og síðan á meðan hann er að tala þá ætla ég bara að biðja ykkur að gefa mér merki ef þið hafið áhuga á að koma upp aftur og bregðast við ykkur af því sem hefur komið fram. Ég býst við að gamla liðið sé búið að fá að koma með sitt á framfæri, þannig að ykkar tækifæri er þá núna krakkar ef þið viljið koma aftur, ef þið viljið fá að koma aftur upp og bregðast við því sem hefur verið rætt um. Þannig að Björgvin Þór, þú ert næstur og þið bara endilega gefið mér merki ef þið viljið fá að taka til máls. Gjör svo vel. Ég hef beðin það að taka fram að bæjarfulltrúar og bæjarstjóri fá ræðurnar okkar og niðurstöðurnar úr málaþinginu eftir fundinn. En fyrst að pítsurnar eru komnar í hús ætlum við að gera það nokkuð stutt. Mér langar að ítreka það að þegar ég sagði að ályktunin hefði mátt koma fyrr, þá var það ekki meint sem skömm, ég er mjög þakklátur fyrir þessa ályktun og hún alveg hjálpar. Það var aðalega bara svona ábending. Þetta með bæjarrekinn skóla. Ég sat nýverið fund þar sem að Sævar kom og sagði frá þessu og það virtist vera svolítið einróma það að fólk var, allan að þeir sem höfðu hæst, voru svolítið ekki sátti með þetta. Nú ég ætla ekki að fara út í tæknilega málin eins og stofnanasamning og svona, ég var búinn að lofa mig því að það er kannski ekki alveg mitt, en þetta er náttúrulega aðalega það og það er spurning hvort að eins og þegar skólarnir eru ríkisreknir, það er náttúrulega ákveðin sameining hvort að það að tvistræðin meira sé í alvöru svarið. Þetta er náttúrulega, þótt þessi viðkvæmt mál, það er þetta ekkert leyndamál, það tekur ekki langan tíma á Google til að geta séð alla stofnanasamninga allra skóla á landinu og eins og það er mjög fyndið að bera saman skólan á Akureyri og eins og Flensborg sem er ríkisrekinn skóli og hún er með nýjasta stofnanasamningin. Rosalega áhugavert að bera það saman.
bara stutt með vinnuskólan. Það kom hérna upp, ég man ekki hver sagði það, að þetta, sem sagt, það var leiðilegt. Náttúrulega ég hef alveg verið í leiðilegri vinnu sko, en maður gerir þetta því að þetta skiptir máli. En það er spurning hvort við köllum þetta leiðilegt eða bara óþarfi að læra það í skóla að slá gras. Að þetta er svolítið sem maður bara lærir eins og að hjóla bara hjá mömmu og pappa. En ég hef í rauninni ekki meira að segja en þetta. Takk. Takk fyrir Björgvin Þór, og næstur á mælendaskrá er Helgi Rafn, og aftur þið bara gefa mér merkið þið viljið fá að taka aftur til máls. Gjörðu svo vel, Helgi Rafn. Ég vildi bara fara yfir hérna brýna það sem Jón Hjörvar er búinn að vera að segja sínustu nokkur ár. Með áhorfna fulltrúa í ráðum bæjarstjórna fyrir utan velferðarnefnd. Það er náttúrulega mjög mikilvægt að ungmenni fái að heyra af því hvað er í gangi og hvað er verið að ræðum, þótt að kannski hafi ekkert alltaf mikið að segja. Já. Þarna með vinnuskólan, mér finnst mjög góður punktur hjá Rakeli að var ekki rétt skilja á mér að fá ungmenni til að hjálpa stað til að móta vinnuskólan. Og er einhver starfshópur? Nei. Það var þá kannski gott að mynda eitthvað starfshóp það og hafa ungmenni og unga sem aldna, alla þeir sem, já. Já, ég skal hafa þetta stutt, fara yfir hérna. Já, nútíma samfélag. Það er náttúrulega gott það sem Sævar var að segja með menntun og tækni. Náttúrulega ef að öll störfin sé að hverfa, þá er náttúrulega mjög mikilvægt að við tökum að menntun verði tækni og forritun og allt það slíkt. Og já, ég held að ég man ekki alveg, ég ætla að fara eitthvað, já, með umhverfi, já. Umhverfismálin, þau eru náttúrulega mjög mikilvæg og ef að það eru margir sem eru að fara, tæknin er orðin svo mikil að ég var að spá með áhugan á því að lifa þegar tæknin er svo mikil, hver verður tilgangurinn með því að lifa þegar það eru í fá störf, hvað verður það sem drífur mann áfram í starfi. Það er góð spurning, það er gott að spyrja sig sjálfan að því hvað til að sjá fyrir sér hvað verður aðalmálið í því. Já, ég held að þetta sé allt. Takk fyrir mig. Takk fyrir, Helgi Rafn. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Það er ekki. Ég ætla bara svona aðeins inn í restina að fara yfir framhaldið. Best að segja frá því að því að ég er svona þreytandi kall sem er alltaf að segja sögur, og þá er best ég haldi mig bara við það. Ég er búinn að koma á marga svona bæjarstjórnarfundi unga fólksins og ég byrjaði að koma á bæjarstjórnarfundi unga fólksins á Akranesi þegar að ég kom hingað, hafði búið út á landi og flutti aftur á Akranes og byrjaði að vinna í Brekkubæjarskóla árið 2003. Þá var bæjarstjórnarfundur unga fólksins það skólaár og ég hef eiginlega bara komið á nánast alla bæjarstjórnarfundi unga fólksins síðan þá. Þá vorum við ofboðslega ánægð með bæjarstjórnarfund unga fólksins. Okkur fannst þetta frábær vettvangur, það komu mjög áhugaverð erindi frá ungmennunum og góðar ábendingar og við vorum ofsalega ánægð með þetta framtak. Eftir á að hyggja, þegar ég hugsa núna til fyrstu bæjarstjórnarfundana sem að ég sótti hér sem bæjarstjórnarfund unga fólksins, þá held ég að lýsing Helga Rafns eigi bara svolítið vel við. Þetta var svolítið eins og við verðum að klappa ketti. Ég tel að við séum komin svolítið langt á veg miðað við þá. Og
ég held að staðan þá hafi svolítið verið svo að við sátum hérna saman einn fund, hlustuðum á ungmennin af áhuga og góðum vilja, en því miður að þá fóru síðan bara ræðurnar ofan í skúffu og það varð ekkert meira úr. Og erindin gleymdust þangað til að þau voru síðan tekin upp aftur árið seinna á næsta bæjarstjórnarfundi Unga fólksins. Núna eins og Björgvin Þór benti á hérna, þegar hann kom upp hérna í annað sinn, að þá eru allar ræður frummælenda á þessu fundi eru aðgengilegar inn á fundagátt bæjarins, þar sem að bæði við kjörnir fulltrúar og embættismenn bæjarins getum hérna opnað þær og lesið þær aftur og aftur og farið yfir það sem að hér hefur komið fram. Eyrún búin að fara hérna hamförum á lyklaborðinu við að rita hérna fundargerð þessa fundar, og fundargerðir á þessum fundum eru held ég bara einhverjar ítarlegustu fundargerðir sem að eru gerðar í bæjarapparati Akraneskaupstaðar. Þetta fundargerðirnar á bæjarstjórnarfundum Unga fólksins, og hérna eru mjög greinagóðar og farið hérna vel yfir það hvaða hugmyndir hafa komið fram, hvaða tillögur og hvað hefur verið rætt. Þannig að þetta verður allt saman aðgengilegt okkur öllum áfram. Ræðurnar ykkar og þessi fundagerð og þær tillögur og hugmyndir og þau málefni sem að fram hafa komið hér á þessu fundi eru síðan tekin, þau eru flokkuð eftir málaflokkum og þau fara til úrvinnslu hjá fagráðum bæjarins. Til dæmis hugmyndir sem að snúa að menntamálum, þau fara í skóla- og frístundaráð, hugmyndir sem að snúa að umhverfinu eða uppbyggingu í bænum fara í skipulags- og umhverfisráð og svo framvegis. Þannig að það fá allar tillögur og hugmyndir sem að fram hafa komið fá formlega afgreiðslu í stjórnkerfi bæjarins. Og svo vil ég líka nefna það að fjárhagsáætlun er í vinnslu. Við erum á milli umræðna í fjárhagsáætlun og við erum búin að koma einu sinni inn í hérna bæjarstjórn, fjárhagsáætlun næsta árs og næstu 3 ára þar á eftir. Við erum búin að koma einu sinni til umræðu í bæjarstjórn og svo verður seinni umræða í byrjun desember og þá ljúkum við fjárhagsáætlun og þá erum við búin að ákveða í hvað við ætlum að eyða peningum á næsta ári. Þannig að tímasetningin á þessu fundi gæti ekki verið betri. Þannig að við höfum sem sagt tækifæri núna í vinnslu fjárhagsáætlunar til þess að skoða hverju við getum komið fyrir og hvað fer á biðlista. Þannig að það eru líka einhver atriði hjá bæjarfélaginu sem að eru á biðlista, og ef að rekstur bæjarins gengur vel á næsta ári þá förum við að tína inn atriði af þessum biðlista og koma þeim í framkvæmd. Þannig að hlutir eins og tónlistarskólinn, fjármagn til ungmennaráðs vegna jafningjafræðslu, uppbygging göng- og hjólastíga og fleiri atriði sem að þið hafi nefnt hér, að þetta er allt eitthvað sem að við höfum þá tækifæri núna til að skoða á milli umræðna í fjárhagsáætlun, annars að ég ætla að lofa því að neitt fari inn, en það fer þá kannski að minnstakosti á biðlista. Og svo komum við þetta líka með aðra tillögur sem að þurfa ekkert endilega að kosta peninga, eins og til dæmis það að fá fulltrúa ungmenna í starfshóp vegna heilsueflandi samfélags, að stofna starfshóp framtíð vinnuskólans. Það þarf ekki að kosta svo mikla peninga og hérna, þetta er allt eitthvað sem að fer áfram og við skoðum betur. Þannig að við erum komin langt frá árinu 2003 og hérna þessi fundir er ekkert plat, þetta er ekkert bara upp á punt. Við erum hérna til þess að ræða málin, til þess að tala saman, og þeim verður síðan komið áfram og í úrvinnslu innan stjórnkerfisins hjá Akraneskaupstað. Þannig að með því held ég að við ljúkum þessu fundi. Ég vil þakka ykkur öllum kærlega fyrir mjög áhugaverð og mikilvæg innlegg á þessu fundi, og takk fyrir að ýta svolítið hressilega við okkur sem að getur stundum verið svolítið föst í sömu sporunum.
bara í okkar hérna svona hefðbundnu störfum. Við þurfum á því að halda og ég vil bara að lokum taka undir það sem að Rakel Óskarsdóttir bæjarfulltrúi sagði hérna áðan upp í hérna púlti. Hafið þið samband við okkur, bara sama hver bæjarfulltrúin eða í hvaða flokki hann eða hvað, bara hafið þið samband við okkur. Netföngin okkar eru inn á vef Akraneskaupstaðar, það má alltaf senda okkur post, það má alltaf taka símann og heyri í okkur og benda okkur á það sem að eru kannski góðar hugmyndir fyrir bæinn okkar eða það sem betur mætti fara. Þannig að við viljum endilega vera í sambandi við ykkur og byggjum ykkur að hérna vera líka bara í sambandi við okkur. Og þar með segi ég 18. bæjarstjórnarfundi unga fólksins á Akranesi slitið.